Góðan dag, þá hefst 58. bæjarstjórnarfundur bæjarstjórnar Árborgar, haldinn miðvikudaginn 14. maí 2025 hér í Grænumörk 5 á Selfossi, klukkan 16:00. Mætt eru til fundarins Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, sá sem hér stendur, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Eimarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista og hér er með okkur í salnum Ari Björn Þórarinsson, varabæjarfulltrúi D-lista. Starfsmaður fundarins er Rósa Sif Jónsdóttir. Þá vil ég fyrst óska eftir, ef einhver hefur athugasemdir við útsent fundarboð, einhver sem hefur athugasemdir við það. Ef svo er ekki, þá göngum við til dagskrár á þessu 58. fundi. Ársreikningur Árborgar, sveitarfélagsins Árborgar 2024 lagður fram til síðari umræðu. Og það eru hér síðan fylgiskjöl sem munu fylgja málinu og ég ætla bara að opna fyrir umræður hér í seinni umræðu ársreikningin og Óskar hefur verið eftir að fá að taka til máls og það er Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista sem biður Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Já, við erum hér í síðari umræðu ársreikning sveitarfélags Árborgar fyrir 2024 og ég ætla að fara að fylgja eftir greinargerð sem fylgir með gögnum fundarins og þær breytingar sem hafa orðið á milli umræða sem eru svona í meginefnum 3 og ég ætla aðeins að fara nánar yfir þær og svona lesa þetta upp úr ársreikningu þannig að allar tölur séu nú á hreinu. En ársreikningur sveitarfélags Árborgar 2024 er lagður fram til seinni umræðu í bæjarstjórn núna miðvikudaginn 14. maí 2025 en fyrir umræðan fór fram þann 28. apríl. Breytingar hafa átt sér stað á milli umræðna og ætla að fara yfir þær í framhaldinu en gerum aðeins grein fyrir þeim breytingum sem hafa orðið á ársreikningnum. 3 breytingar eiga sér stað á milli umræðna. Það eru sem skuldir leigubústað Árborgar CS við sveitarfélag Árborgar eru allar flokkaðar sem langtíma skuldir. En þar voru flokkaðar bæði sem langtíma og skammtíma skuldir í fyrri umræðu og þannig þá einvörðungum að ræða hreyfingu innan í rauninni efnahagsreikningsins ekki til hækkunar og lækkunar, bara tilfærslu báðum megin. Hlutdeild Árborgar í eigin fé samstarfsverkefna sem fellur undir Bergrisan í þessu tilfelli var ofmetin 60,7 milljónir króna og þar lendi hlutdeild í skammtíma skuldum vanmetin 60,7 og er þetta leiðrétt þá inn í efnahagsreikningnum. Og síðan kemur áfallið orlof og bæjarfulltrúar fengu nú skýringa þess áðan frá honum Jóni en það er semst áfallið orlofi leiðrétt á milli umræðna til hækkunar og þetta hefur áhrif á í rauninni rekstrar niðurstöðuna hjá okkur og þannig var misræmi á milli launakerfis og bókhaldskerfis sem kemur þá til í rauninni hækkunar þá launa og launataldra gjalda á milli umræðna og kemur í heildartölunni á eftir. En annars er reksturinn hjá samstæðu Árborgar, hann samanstendur af A- og B-hluta. A-hluturinn er aðalsjóður, eignasjóður, þjónustustöð fasteignafélag Árborgar og verktækni EHF og í B-hlutanum eru byggingasjóður aldrara, fráveita, vatnsveita, Selfossveitur og Sandvíkursveitur EHF. Og er meginreglan sú að í A-hluta flokkast þær rekstrareiningar sveitarfélags sem fjármagnar að hlutu öllu leyti með skatttekjum en í B-hluta flokkast þær rekstrareiningar stofnanir og fyrirtæki sem reknar eru sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. En rekstrareiningar í B-hluta hafa lagaheimild til að innheimta þjónustugjöld til þess að standa fullu undir útgjöldum sínum eins og er gert. En breytingar á niðurstöðu rekstrar A- og B-hluta eru því að rekstrarniðurstaða A- og B-hluta er jákvæð 3.096,5 milljónir króna eða rétt tæplega 3,1 milljarð.
sem 3.212,4 milljónum króna betri rekstrar niðurstaðan fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. En í fyrri umræðu ársreiknings var rekstrar niðurstaðan 3.243,4 milljónum króna, þannig að hún lækkar þarna lítilega þarna rétturumlega 140 milljónir sem þetta áfallna orlof sem leiðrétt á milli umræðu. Heildarlaun samstæðunar með launadeild í gjöldum eru 10.244,2 milljónir króna sem eru 124,4 milljónir króna lægra en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir, en í fyrri umræðu voru laun og launadeild gjöld 10.097,4 milljónir króna og þetta sama skýring sem fellur þarna á milli. Heildarútgjöld með afskriftum en án fjármagnsliða eru 17.247,2 milljónir króna. Breytingar á niðurstöðu efnahagsreiknings á B-hluta. Fasta fjármunir í efnahagsreikningi eru 32.378,8 milljónir króna en voru 32.149,9 milljónir króna í fyrri umræðu. Veltu fjármunir í efnahagsreikningi eru 5.231 miljón króna en voru 5.452,9 milljónir króna í fyrri umræðu. Þannig að þetta eru þessar breytingar á milli. Eignir samtals í efnahagsreikningi breytast ekki á milli umræðna, samtals 37.602,8 milljónir króna. Eigið fé 5.752,5 milljónir króna en var 5.960 milljónir króna í fyrri umræðu. Langtímaskuldir eru 21.533,9 milljónir króna en voru 21.509,9 milljónir króna í fyrri umræðu. Skammtímaskuldir eru 6.529,9 milljónir króna en voru 6.346,3 milljónir króna í fyrri umræðu. Eigið fé og skuldir samtals eru 37.602,8 milljónir króna og breytast ekki á milli umræðum. Þannig erum við að tala bara þessa breytingu sem var á milli langtíma og skammtíma skulda og síðan á eigið fé og rekstrarniðurstöðu. Breytingar á sjóðstreymi. Velti við frá rekstri 4.236,9 milljónir króna en var 4.383,7 milljónir króna við fyrri umræðu. Handbært fé til rekstrar þá 4.396,6 milljónir króna en var 4.174,7 milljónir króna við fyrri umræðu, hækkar lítillega. Fjárfestingarhreyfingar eru 1.545,9 milljónir króna en voru 1.324,0 milljónir króna við fyrri umræðu. Við tengjast þessum breytingum. Skuldahlutfall og skuldaviðmið á B-hluta. Útreikningur samkvæmt reglugerð 502/2012 gefur skuldaviðmið í 109,5% í árslok 2024, samanborið við 147,4% í árslok 2023 og 156,6% í árslok 2022. En í fyrri umræðinni var skuldaviðmið 107,6, þannig að hækkar lítillega vegna þessara tilfærslna innan efnahagsreikningsins. Skuldahlutfall samantekinna reikningsskila nemur 138% í árslok 2024, samanborið við 175% í árslok 2023, en skuldahlutfalli var 137,1% við fyrri umræðu og þarna eins hækkar lítilega milli umræðana vegna þessar þátta. Þannig að síðan þarna fyrir bæðhundur og líkitölurnar teknar saman í töflum sem ég ætla svo sem ekki að bara sérstaklega yfir en það koma fram þessi skuldaviðmið og aðrar stærðir sem við vorum búin að lýsa hérna. Þannig að annars ekki meira, annars leggjum við náttúrulega bara til að ársreikningurinn sé staðfestur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Fylgja þessu úr hlaði. Í seinni umræðu ársreikning Sveitarfélags Árborgar 2024. Orðið laust fyrir þá sem hafa áhuga að tjá sig ársreikningin hér í síðar umræðu. Einhverjir sem hafa huga á því. Það var undarkjá með torfan hérna, ég Já, það verið óskað eftir að fá að taka til máls. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðum orðið.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir og tilheyrendur. Já, við erum hér að taka ársreikning sveitarfélagsins til síðari umræðu eins og lög gerir ráð fyrir. Við ræddum hann auðvitað á síðasta bæjarstundum við einnig og þannig að hér eru við komin í síðari umræðu. Það eins og bæjarstjóri og bæjarfulltrúi Bragi fór yfir hérna áðan þá og sést hefur í fjölmiðlum þegar að niðurstaða ársreiknings var birtur að þá afkoman töluvert mikið betri en reiknað var með og við gleðumst auðvitað sjálfsögðu þegar rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins jákvæð. Þetta leggja allir bæjarfulltrúar metna sinni að vinna að hag íbúa og sveitarfélagsins í sínum störfum. Að öðrum kosti þá myndum við ekki bjóða okkur fram til þess að starfa við þetta. Það er alveg ljóst. Og ég þarf að fullyrða að hvort sem bæjarfulltrúar eða starfsfólk sveitarfélagsins að þá eru allir að leggja hjarta sitt og sál í að ákoma og þjónustu sveitarfélagsins verði sem allra best. Og enda höfum við lagt mikla vinnu og erum í auka vinnu við í þessum störfum okkar og fundum mikið og oft og þá sérstaklega rekstur sveitarfélagsins og þar hafa allir mikinn metnað. En það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum eða það er allavega ég hef séð mikið af því að fulltrúar meirihlutans þau hafa farið mikinn í fjölmiðlum að undanförnu, hvort sem er í viðtölum, í fjölmiðlum, greinaskrifum eða greiddum auglýsingum á samfélagsmiðlum. Það hafa verið áberandi allavega á mínum veggjum og þar hafa menn mært sig og klappað sér á baki fyrir niðurstöðunni í ársreikningi sveitarfélagsins. Og ég verður nú að segja að eins ágætir og fulltrúar meirihlutans eru, þá sér náttúrulega allt fyrir hugsandi fólk að niðurstaðan í rekstrinum hefur lítið með sérstakar snilli þeirra að gera, heldur eru þar auðvitað margir samverkandi þættir sem hafa lykil áhrif á niðurstöðun í rekstrinum. Það eru væntanlega ekki farið fram hjá neinum sem er að fylgjast með samfélagsumræðunni að hvert einasta sveitarfélag á Íslandi hefur verið að skila metafkomu árið 2024. Það er gríðarlegur bati í rekstri sveitarfélag á Íslandi og það hefði því verið skrítið ef rekstrarbati sveitarfélagsins Árborgar hefði ekki orðið umtalsverður eins og annarra sveitarfélaga. Það sem að vegur auðvitað langþyngst í þessari bættu rekstrarafkomu síðastliðins árs eru vaxtalækkanir fyrst og fremst, svo auðvitað íbúafjölgunin með tilheyrandi aukningu útsvars, okkur heldur áfram að fjölga enda mikið byggt og það er hækkun greiðslna úr jöfnunarsjóði vegna málefna sem að nam 450 milljónir króna, það munar minna og auk þess sem að 1200 milljónir komu í sveitasjóð vegna viðbótar skattar sem íbúar sveitarfélagsins munu þurfa að standa skila á þann 1. júní næstkomandi. Og sú skattaaukning, hún hefur komið síðan til viðbótar lítt eftirsótt í Íslandsmeti sveitarfélagsins í háum fasteignaskattum. Þrátt fyrir að við gleðjumst á ákveðnu leyti yfir bættri rekstrarafkomu og það hefur margt gott verið gert og við höfum unnið saman að því að bæta reksturinn og horfa í allar hliðar rekstursins og það er alltaf hægt að bæta hluti, við vitum það. Ég meina, það er bara eins og við í okkar heimilisrekstri, við getum alltaf fundið leiðir til að standa okkur betur. En það hefur samt sem áður ekki þótt ástæða til þess að taka til á öllum vígstöðum og sumar ráðstafanir hafa ekki verið góðar og nefni ég hér enn og aftur óskiljanlegu hugmyndum hækkun launa formanns bæjarráðs á meðan að aðrir starfsmenn sveitarfélagsins fengu uppsagnir og enn aðrir tóku á sig launalækkanir. Þetta er bara aðgerð sem ég mun aldrei geta skilið hvernig menn fengu í huga sér til að láta ganga upp.
verandi að skera allstað niður og eins og til dæmis hinn ákvæmlega misráðinu spartnaður þegar að dagdvöl aldrara var lokað í 5 vikur síðastliðið sumar. Það var mjög misráðið af sveitarfélaginu að taka ákvörðun um það. Það má líka spyrja sig að því hverju það sæti að nú sé orðin margra vikna bið eftir viðtali hjá velferðarþjónustu fyrir þá sem þurfa á stuðningi að halda vegna félagslegra erfiðleika. Það megum við ekki láta gerast, það bara má ekki. Við megum ekki spara okkur til ónýtis, þannig að hlutirnir munu kosta meira til framtíðar. En bæjarfulltrúar minnihlutans margbentu á skynsemina í því að fara eftir hægar í sakirnar þegar unnið var að áætlunum bæta rekstur sveitarfélagsins. Við sátum á mörgum fundum þar sem að við vorum að fara yfir áætlanir bættan rekstur sveitarfélagsins og við tölum það oft að þetta væri of bratt, það væri of hratt farið í þessar umbætur. Og þegar horft til niðurstöðu rekstra ársins 2024 þá alveg ljóst að það var farið í allt of íþyngjandi aðgerðir á skömmum tíma í stað þess að horfa til þess að ná rekstrabata yfir lengri tíma sem að ekki biti svo heiftarlega í hjá íbúum sveitarfélagsins. Auk þess sem það í rauninni algjörlega óafsakanlegt að ekki skuli hafa verið endurskoðuð ákvörðun auka álag og útsvar við 6 mánaða uppgjör síðastliðins árs. Þá þegar var ljóst og það sáust nægileg batamerki í rekstrinum þannig að meirihlutanum hefði verið í lófa lagið að láta staðarnumið með innheimtu viðbótar álags á útsvar. Að standa ég nú og fagna því að sveitarfélagið að skila 3,1 milljarða afgangi. Það eins og áður sagði, auðvitað fögnum við því að við sjáum bata í rekstrinum. En það samt ákveð óbræði munninum við þetta líka að því að við vitum að hér eru fjölskyldur að fara að borga 1. júní, fá bakreikning sem bara mjög erfiður fyrir mjög marga. Og ég verð að segja að þetta ekki þægileg staða og það allavega smá óbragð hjá mér. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Þeir eru fleiri sem vilja tjá sig hér undir þessum fyrsta lið á dagskrá 58. fundar bæjarstjórnar Árborgar, þar sem við erum í síðari umræðu ársreikning sveitarfélagsins fyrir árið 2024. Það berst ekkert hljóð úr sal, jú. 12. stundu Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista og skættur fá að taka til máls. Herra Hásti ágætu bæjarfulltrúar, það tilheyrendur. Við verum hérna í seinni umræðu ársreikning sveitarfélagsins Árborgar 2024 og vissulega get ég tekið undir það með bæjarfulltrúa Örnu að það ánægilegt að reksturinn gangi betur en á sama tíma það með óbragð í munni að það hefur kostað og mun kosta mikil óþægindi í för með sig fyrir íbúana og núna 1. júní verða mjög margir áþreifanlega varir við það að rekstur sveitarfélagsins sérstaklega góður vegna þess að það er verið að rukkað á viðbótarskatt. Skatt sem hefði aldrei átt að rukka á og aldrei var nein þörf á. Ég er búinn að segja þetta sennilega 5 sinnum hérna. Ég held áfram að segja þetta þangað til að verður sennilega búið að endurgreiða þeim þetta. Íbúanum har að segja. Nú, það hefði einmitt verið eðlilegt í upphafi árs 2024 að endurskoða strax þetta álag þegar að selt var land fyrir 1.200 milljónir. Vegna þess að á sama tíma að þá tók í gildi verulegar gjaldskrárhækkanir og auðvitað hækkaði fasteignamatið og þar með fasteignagjöldin hjá fasteignaeigendum og
og jafnlega því var þjónusta skert á einhverjum sviðum. Þetta eitt og sér hefði átt að vera alveg nóg. Og eins og ég hef margótt sagt hérna áður, það var nákvæmlega engin þörf á því að ná skuldaviðmiðinu niður fyrir 150% fyrir lok þess árs. Vegna þess að skuldaviðmiðið, eða lögin það, eru ekki gildi. Og þau taka gildi núna í lok árs 2025. Núna erum við með skuldaviðmið upp á tæp 110% sem frábært. Ef að það hefði gerst á 5-10 árum. Mér finnst það hins vegar ekki frábært að fara á 150%, 157 held ég, sem náttúrulega bara smottir í, niður í 110% tæp á einu ári. Og að stóran hluta eru að íbúðinni látnir borga fyrir þennan rekstrar viðsnúning. Við hefum ekki, ef við skoðum þetta, að þá sést að rosalega stór hluti af tekjunum, tekjuaukningunni sem kemur núna inn, eru leiðréttinga á framlögum frá jöfnunarsjóði upp á nokkur 100 milljónir og það tekjuaukning í útsvari vegna fólksfjölgunar og það er svo margbúið að benda á það að það myndi gerast að tekjurnar kæmi seinna, það bara þannig virkar sveitarfélög og svo voru náttúrulega lækkun í fjármagnskostnaði vegna lækkunar á verðbólgu. Sko, ég held að ef að fulltrúar meirihlutans hefði ekki verið búin að telja sjálfur til trúum það að sveitarfélagið væri svona algjörlega á hausnum, þá hefði þeir kannski andað aðeins með nefinu og leyft íbúunum að njóta vafans. Og þess vegna værum við ekki að horfa upp á það núna, eins og ég hef áður sagt, og við að íbúarnir eru að fá 1.200 milljón króna bakreikning á skattanum sínum. Mikið af þessum hagræðingaraðgerðum sem farið í hefði þá kannski verið óþarfar ef að fólk hefði borið gæfu til þess að taka sér lengri tími í þetta. Það væri kannski ekki þurft að fara í hópuppsagnir heldur sett á ráðningabann. Það var gert líka reyndar, en það hefði kannski verið hægt að sleppa hópuppsögnunum. Það hefur óþarf að skera þjónustu. Við höfum til dæmis stytt opnunartíma á sundlaugunum. Það hefði kannski einhverju ekki þurft að taka á sig launalækkun. Og það sem að mér fannst nú eiginlega dapurlegast í þessu öllu var lokunin á dagdvölinni fyrir aldraða. Einhver alviðkvæmasti hópur íbúar í sveitarfélags til að spara hvað? Það voru einhverja 4 milljónir minnum mig, sem reyndu svo bara að vera 2 því að það þurfti að kaupa þjónustu á móti af HSU. Þarna hefur bara verið farið offarið eins og ég haf sagt áður. Og ársreikningurinn ber þess bara greinilega merki. Viðsnúningurinn svo hraður að það hefur aldrei sést á neins. Þetta sennilega met í skattpíningu á Íslandi. Ég held ekkert sveitarfélag á Íslandi á nokkuð tíma skattpín íbúanum sína að jafn miklum krafti og sveitarfélag Árborg á síðasta ári. Og það er algjörlega í boði D-listans og A-listans. Fólk getur verið út allan koppagrundir, berenda sér á brjóst og reyna að ljúga því að fólki að þetta sé æðislegt og viðsnúningur sé kraftverki líkast og bla bla bla. Þú þarft ekki að fletta gegnum ásetning til að sjá það nákvæmlega af hverju þessi viðsnúningur varð. Það var ekki út af fjármagnarsnilli eins eða neins. Það er bara þannig. Þannig ég vona að þessi meirihluti, hann á nú 1 ár eftir að þessu kjörtímabili, beri gæfu til þess að skila þessum peningum aftur til fólksins. Því það getur ekki verið að fólki líði vel með það að vera að rukka fólk, hafa því peninga sem að sveitarfélagið þurfti ekki að sækja og hefur ekki þörf fyrir vegna þess að viðsnúningurinn á rekstri sveitarfélagsins mátti og gat tekið mun lengri tíma en fólk búið að telja sér trú. Takk.
Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að fá taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við erum hér að fjalla ásetning sveitarfélagsins Árborg fyrir árið 2024 seinni umræða. Ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Örnu að það er búið að vera gaman að fylgjast með sveitarstjórnum all land að keppast við að mæra sína ásetninga sem er jákvætt. Við erum þá allavega ekki með allt niður niðurfallir á meðan. Og það er jákvætt að sveitarfélag Árborg er engin undantekning þar. Það hefði verið miður ef svo væri. Ásetningur sem þessi eru auðvitað í rauninni niðurstaða mikilla vinnu síðustu ára og hann er að skila sér að fullum þunga. Það er aðgerði sem að starfsfólk sveitarfélagsins hefur verið að vinna að þeirra skila sér að fullum þunga. Eins og komið hér fram þá var íbúafjölgun mjög mikil, einskiptis sala á landi sem skila okkur 1,2 milljarða króna hagnaði sem aftur lækkaði svo fjármagnsgjöld einhverjar 500 milljónir, álag á íbúa 1,2, viðbóta tekjur frá jöfnunarsjóði upp á okkur 400 milljónir. Þannig er ég komin í 3,3 milljarða sem er allt þættir sem hefðu geta farið á annan veg, ef ég bara alveg heiðarleg. Þetta eru auðvitað þættir sem eru ekki eitthvað sem við getum treyst á, þetta er ekki tekjur, fastar tekjur, nema auðvitað viðbótar fjölgun íbúa. Mér finnst persónulega vera búið að fara offarir í því að berja sér að brjóst yfir reikningnum. Það eru þetta rosalega jákvætt að skila góðum ársreikningi og við getum öll klappa okkur á baki fyrir það. Það er búið að vinna gríðarlega vinnu og alls konar ákvarðanir sem voru teknar sem að kannski þegar við lítum í baksýnisspegilinu voru ekkit góðar en á þeim tímapunkti voru teknar með það að leiðarljósi að vinna sveitarfélaginu til heilla. Ég ætla samt ekki að vera samkvæm sjálfur mér og segja að ég var auðvitað gríðarlega óánægð með það að við skildum ekki vinna í því að aflétta álagi í haust og ég vil minna þetta á það að kjörnir fulltrúar bera ábyrgð fjárhagslega samkvæmt 63. grein sveitarstjórnarlaga, það sem segir að sé óheimilt að víkja frá fjárhagsáætlun, en við getum alltaf brugðist við. Að því sögðu þá hef ég ekki lagt að ég vana minna að vera í baksýnisspeglinum ákvarðanir sem eru teknar hverju sinni og sannarlega kom ég að þeim nokkrum og gerði þær allar á sínum tíma af heilum hug og út frá þeirri ráðgjöf sem við fengum hverju sinni í samstarfi við starfsmenn. Og niðurstaða þessa ársreiknings eru þetta þessi gríðarlega vinna sem er búin að eiga sér stað síðustu ár. Það er líka margt fleira sem er að skila sér sem búið að vinna og allt jákvætt og gott það að segja. Varðandi samt sem áður viðsnúning og slíkt. Ég var að telja hér upp hluti sem eru allt, einskiptings nema viðbótar íbúafjölgun sem er að skila okkur auðvitað töluvert hærri pening í kassan út af álaginu. Álagið var áætlað 800-900 milljónir á sínum tíma þegar var að fara að stað inn í þessar aðgerðir en er að skila 1,2 milljörðum króna en í rauninni getum við ekki sagt það fyrir víst fyrir eftir 1. júní því þá er rauninni liggja fyrir þessar tölur. Við höfum verið ótrúlega heppin í sveitarfélaginu Árborg hvaða hefur verið mikið fjölgun og hvað við áttum inni í innviðu uppbyggingu að Stekkjaskóli að við skildum sína kjark og þor og dug og halda áfram því verkefni þó að við ættum ekki krónu í kassanum til þess að klára Stekkjaskóla. Í dag stöndum við fram fyrir því að Stekkjaskóli hefur haft rými til að taka fleiri nemendum og mun hafa það áfram. Þetta er alltaf þessi fína lína. Hvernig ætlum við að vinna þetta? Ætlum við að vera á undan í innviðuppbyggingu sem ég leyfi mér að segja ekkert sveitarfélag hefur kannski alveg efna á. Ég veit að bæjarfulltrúar sem eru mér reyndari hér hafa sagt að það hafi aldrei hér í Árborg verið rekið með þeim hætti að það hafi verið til fyrir fjárfestingum, annaðhvort hafi verið tekið lán fyrir fjárfestingunni eða tekið lán fyrir afborgunum, sem er miður. Við tókum á alls konar hlutum fyrir nokkrum árum síðan. Við hættum að greiða okkur arð úr Selfossveitum yfir í A-hlutann og svo fram eftir götunum. Þannig að það er gríðarlega margt sem er búið að vera að vinna á þessum tíma sem að mun skila sér núna næstu árum, hef ég trú á. En að við séum komin fyrir einhvern vind eða það sé allt
hér sé allt búið að vinna á okkur sjálfsfræðilegan máta, ég er ekki tilbúin að kvitta upp á það. Auðvitað er það þannig að sem betur fyrr hafa vextir lækkað og verðbólga lækkað og það er okkur öllum í hag, það er heimilunum í hag og sem betur fyrr sveitarfélögunum líka því að þau hitti þannig á að þau eru með allt verðtryggt. En að þessu sögðu þá get ég ekki sleppt að segja, ég hefði kosið að við hefðum tekið fund og hefðum rætta, við hefðum skoðað það að hætta með álagið þó það hefði bara verið í haust. En það er bara mín persónulega skoðun. Ég er ánægð með þennan ásetning hverjum er að skila. Ég væri ósamkvæm sjálfur mig líka því ég ætla að fara að tala hann niður, búin að vera að vinna á honum í mörg ár. Og þetta fólk sem vinnur í sveitarfélaginu er búið að leggja gríðarlega mikið á sig. Og ég segi það, og hef alltaf sagt það, ég trúi því að íbúar, kjörnir fulltrúar íbúa séu alltaf að vinna með það leiðarljósi að skila sem bestri niðurstöðu fyrir sveitarfélagið því á því byggjum við grunninn. Ef að sveitarfélagið eins og við stóðum frammi fyrir 2 árum út af mörgum samverkandi þáttum stóðum frammi fyrir tómum kassa og eiga ekki fyrir launum, eiga ekki fyrir greiðslu til verktaka og eiga í rauninni ekki fyrir neinu að þá auðvitað var það bregðast hratt við. En ég var líka á íbúafundi eins og við öll hér sem erum hér fyrir löngu síðan. Og þar komu menn að mála við mig eftir þann fund og tjáðu mér það að við getum gleymt þess að þetta getum þetta aldrei. Viðsnúningur sem þessi, hann veri ómögulegur. Skutu við markið, má vera, ég hefði farið varlega í það að berja mér að brjóst fyrir reikningin. En það er kannski bara ég. Ég ætla samt að óska starfsmönnum aftur til hamingju sem ég gerði síðast og kjörnu fulltrúum. Og svona er reikningurinn, tölurnar ljúga ekki, hvað var rétt og hvað var rangt, ég trúi því að við möttum að ræða þetta áfram og en þessir 3,3 milljarðar sem að mér telst til að við séum með hér í kassanum eru allt þættir sem eru ekki eitthvað sem hægt er að stóla. Heldur innskipningstekjur sem að mér fannst bara rétt. Og við myndum öll gera það heima hjá okkur ef við værum í fjárhagsvanda heima en ættum hjólísi í bílaplaninu og myndum við selja það til þess að bjarga okkur og koma okkur á réttan veg og ég veit ekki, ég allavega óska okkur, minnst erfitt að óska íbúum til hamingju vegna þess að ég veit að þeir eru að fara að fá reikning mánaðamótin. Takk. Takk fyrir þetta Fjóla Steindór og þá er Arnar Freyr Ólafsson bæjarfulltrúi í B-lista og skættur að fá að taka til máls. Virðulegu forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Ég hef nú hvatið þess að við sýnum nú hófsemi hvort sem að það er í að berja ykkur á brjóst fyrir góðan rekstur eða tala niður í rauninni rekstur sveitarfélagsins þannig að það henti málflutningnum á síðari stigum og ætla ég nú að gera bara tilraun til þess að fara eftir eigin samfæringu hér og ræða þetta svona frekar á almennum nótum. En ársreikningur Árborgar fyrir árið 2024 er lagður fram í annarri umræðu á þessum drottinn stýrðardegi með sumarblíðu og vaxandi blóm í haga. Vissulega gefur afkoma fortíðarinnar fyrirheit um framtíðina og er það nú þannig að ljóst má vera að jöfnuður er að nást í rekstri sveitarfélagsins. Þá er átt við að afkoma A-sjóðs er að nást í jafnvægi í ár, ef ekki ár og þá komandi árum. Er því orðið ljóst að miðað við útlit rekstrar þá var ekki réttlætanlegt að viðbótarálagið hafi verið innheimt og við fengum nú staðfestingu frá endurskoðanda sveitarfélagsins að hann taldi að rekstur sveitarfélagsins í ár A-sjóður myndi ná jöfnuði. Það er okkar helsti sérfræðingur í rekstri og miðað við þau rök að þá var engar forsendur fyrir því að fara í innheimtu á síðasta ári. Miðað við hraða á viðsnúningi sem dreginn er áfram af fólksfjölgun, gjaldskrárhækkunum og auknum skammtundum, þá er svo komið að við erum að skila afgangi. Nú er svo komið að fleiri bök bera rekstur sveitarfélagsins uppi og er það vel.
Greiðslur úr jöfnunarsjóði hafa aukist og eru vísbendingar að dregið verði í land af hálfu ríkisins til að styðja við rekstur sveitarfélaga almennt. Þó er það þannig að greiðslur úr jöfnunarsjóði fást ekki að fullu nema sveitarfélag nýti skattstofna sína að fullu. Þá er átt við útsvar og fasteignagjöld. Við erum kosin til þess að gæta hagsmuna íbúa sveitarfélagsins og hafa yfirumsjón rekstur og þjónustu til íbúa sveitarfélagsins. Ljóst má vera að nauðsyn þess að leggja viðbótarskatta á íbúa var ekki nauðsynleg, því skuldaviðmið sveitarfélagsins gaf einfaldlega ekki tilefni til þess að innheimta. Vissulega má þá leggja fram að það hafi verið matskennt og þetta er auðvitað deilt og það var mat meirihlutans að innheimta viðbótarskattin og þrátt fyrir mótmæli okkar í Framsókn og í minnihlutanum. Ég ætla ekki að fara í að rekja einstaka töluliði í ársreikningi en einbeitum við kannski frekar að þeim kröftum sem að undirbyggja reksturinn. Kraftarnir sem ræðir eru íbúarnir sem hér búa, fyrirtækin sem eru starfandi á svæðinu. Þeir viðbótar við starfsmenn sveitarfélagsins sem flestir eru að sjálfsögðu íbúar og þarna er innheimt af öllum tekjuskapandi sem staðsett í sveitarfélaginu Árborg. Skipta skoðanir á því hvernig skal innheimt og hvernig skal þjónusta og hvað skal byggja til að standa undir lögbundinni þjónustu og annarri þjónustu sem samhljómur er að veita. Það snýst pólitíkin. Það mat okkur í Framsókn að gæta skuli aðgáts í skattindu og huga vel að þjónustu íbúa sveitarfélagsins og það verður auðvitað að hafa til hliðsjónar að hér verður náttúrulega að huga að þeim sem að eiga kannski aðeins erfiðar uppdráttar og sömuleiðis að það verður að sýna aðgát í skattheimtunni og núna erum við á þeim tímapunkti að við erum að horfa til þess að jöfnuður eru að nást en það er þó mat okkar eða mat helsta sérfræðings sveitarfélagsins að jöfnuður eru að nást en það er miðað við það að allir skattstofnar séu fullnýttir. Þannig að þetta er alveg gríðarlega viðkvæm staða þegar öll eru á botni hvort. Og við verðum auðvitað að stíga mjög varlega til jarðar þegar það kemur að því að slaka á og sömuleiðis að innheimta gjöld að fullu. Það eru skiptar skoðanir þær aðferðir sem hafi verið beitt við að ráðast á rót rekstrarvandans. Það skoðun sem hér stendur að það hafi verið of brattseilst. Vissulega má ræða hvernig staðan var í kjölfar COVID, en það ber að halda því til að haga. Hún var afar erfið og sveitarfélagið átti í fullu fangi með að viðhalda þjónustu við íbúana með skertar tekjur. Að öllu samanteknum þá er vissulega ánægilegt að rekstur sveitarfélagsins hefur náð jöfnuði og er útlit fyrir að A-sjóður skili jákvæðu eigið fé á árinu. Á komandi árum er hins vegar ljóst að halda þarf áfram að fjárfesta til að standa undir fólksfjölgun þeirra sem verður. Byggja þar nýja skóla og íþróttaaðstöðu og áður en langt líður verður myndulega staðið að viðbót við Sundlaug Selfoss. Þarf því að huga að því að gera ráð fyrir því í fjárhagsáætlun komandi ára og mun það að sjálfsögðu koma niður á rekstrarákvæði sveitarfélagsins. Og svona að endingu að því að mín pólitík markast auðvitað alltaf að einhverju leyti að minni búsetu að þá er í rauninni rétt að skoða það að því að við erum að skoða rekstur sveitarfélagsins og sá rekstur sem er bara hvað erfiðastur í sveitarfélaginu, það er auðvitað þorpin við ströndina og við eigum þarna veruleg landgæði og við erum með fáa íbúa sem að sækja þjónustu hérna auðvitað á Selfoss í stórum stíl og við ættum í rauninni að kappkosta við að koma þessum rekstrareiningum á þann stað að þetta sé í rauninni algjörlega sjálfbært og að skólarnir til dæmis sýni hagkvæmari rekstrarniðurstöðu heldur en að gera núna
Og ef að það verður ráðist í uppbyggingu á þessu svæði, já, þá náttúrulega ljóst að rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins alls batnar verulega. Þannig að ég hvet því til að það verður skoðað alvarlega að deiluskipuleggja og setja kraft í og metnað niður á Strönd til þess að laga rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins til framtíðar. En með því líki máli mín í dag. Ekki í dag fyrir ekki þennan lið. Ég ætla að segja það. Arnar Freyr Ólafsson, takk fyrir. Þá Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, óska eftir að fá að taka þetta máls. Forseti, bæjarfulltrúar, og aðri gestir. Við erum hérna í seinni umræðu ársreikninginn. Það voru nú stór orð, svo sem látin falla sum áðan, Íslandsmet og annað. Já, gjöldin eru of há, það er alveg rétt. Það er búið að skapa núna forsenda til að lækka gjöldin og við ætlum að lækka gjöldin. En það var á liðnum árum voru líka slegin öðrum met í skuldasöfnun. Ef það var ekki Evrópumet, þá var allan á Norðurlandamet. Þar sem skuldirnar sveitarfélögin fóru úr 12,3 milljörðum í 28,3 milljarða á 4 árum. Og mér finnst kannski talsmátinn stundum hjá sumum bæjarfulltrúum vera kannski hættulegu fyrir samfélagið þegar verið að tala um það að sveitarfélagið var ekki í neinu fjárhagsvanda. Sveitarfélagið var ekki í neinu fjárhagsvanda, hér hafi bara þurft að setja á ráðningabann og allir sáttir og höfum komist í gegnum þetta. Ef kjörnir fulltrúar að tala svona þá er staðan grafalvarleg í sveitarfélaginu. Mér langar kannski líka að veita sögum mínar út að Arnar gera svo sem ég hérna, hann hefur gert það í blaðaskrifum og tala um sjónhverfingar og tala um rekstrartekjur og rekstrargjöld og talaði þá frá árinu 2020 til dagsins í dag. En það vantaði svo sem 2 ár aftur í tíman, ef hann hafi farið aftur til 2018 þá fóru rekstrartekjur sveitarfélagsins úr 9 milljörðum í 15 milljarða á þessum 4 árum, 2018 til 2022, hækkuðu 6 milljarða. Á móti þá hækkuðu rekstrargjöldin úr 7,8 milljörðum í 15 milljarða eða 7,2 milljarða og voru þarna eiginlega orðin þau voru rekstrargjöldin orðin sömu og rekstrartekjurnar. Gjöldin aukust 93% meðan tekjurnar aukust 63%. Á móti hækkuðu skuldir sveitarfélagsins og fjármagnsgjöld hækkuðu þar líka eða úr 670 milljónum árið 2018 í 2,8 milljarða árið 2022. Rekstrarhallinn og rekstrartapið árið 2022 var því 2,8 milljarðar og uppsafnaður var hann komin í 6,5 milljarða. Jú, það er ánægjulegt að sveitarfélagið sé kannski skila þessum reikningi, en það er kannski meira ánægjulegra að það sé búið að snúa við hallarekstri sveitarfélagsins. Að við séum ekki lengur að reka okkur í tap og auðvitað þarf að kannski að gera upp þennan uppsafnaðan hallarekstur og að hans komi hérna inn á jöfnuð í rekstrinum, að jöfnuður rekstursins myndi vera komin á 0 á þessu ári. Hann væri ekki komin á 0 á þessu ári ef það hefur gripið til þess að aðgera. Hann hafði ekki verið komin til þess að aðgera að við bara ráðist í ráðningabann. Og ég skal alveg segja það og ég skal alveg viðurkenna það og að vera örugglega gagnrýndur fyrir það pólitíslega. Það er örugglega búið að taka á yfir 300 aðgerðir eða ákvarðanir einhverja hagræðing. Stórar og smáar, auðvitað og sumar heppnast vel og aðrar ekki. Og ég get alveg sagt að Árblík voru mistök. Það voru mistök hjá okkur og ég get alveg viðurkennt það og ég skal bara stoltur viðurkenna það. Og enda erum við búin að setja það strax á aftur. En það þurfti bara að skoða alls þar hvar hægt væri að ráðast í hagræðingar. En sko að koma hérna, hafa komið fulltrúar og sagt stöðum útgjaldalekan og þannig, en þú veist, reksturinn fer bara upp úr öllum böndum og það er kannski það sem við höfum náð að takast á við, að rekstrargjöldin eru ekki að hækka svona mikið, en auðvitað eru tekjurnar búin að aukast svolítið á þessu á seinasta ári og það er náttúrulega einskiptis aðgerðir. En mér langar líka að beita sjónum mínu á því það er búið að kasta það nokkur sem fram að við hefum átt að
hætta með þetta álag og aldrei setja á þetta álag. Ef við myndum spóla aftur til þess tíma þegar við vorum að setja álagið, ég hef ekki breytt ákvörðunni. Og staðan sem sveitarfélag var á þessum tíma var bara virkilega og auðvitað, ég veit að aðrir bæjarfulltrúar hafa komið og sagt upp staðan í öllum sveitarfélögum landsins, 40 sveitarfélög fengu eftirlitsbréf frá eftirlitsnefnd sveitarfélaga. Það voru 2 sveitarfélög sem stóðu sér gjörsamlega út úr í hallarekstri á Íslandi. Það voru borgirnar 2, Reykjavíkurborg og Árborg. Þessi 2 sveitarfélög, það var sko uppsafnaður hallarekstur og uppsafnaður skuldir voru það hraðar að það hafði ekki sést, enda, eins og segi, líklega eitthvað metaræða. En varðandi álagið útsvar, þá var það rétt, í áætlun gerðu ráð fyrir 800 milljónum. Þegar við tökum ákvörðun að setja álagið útsvar, við höfum ekkert í hendi. Þótt við vorum með frábæra ríkisstjórn þá höfum vonir að rekstur og verðbólga myndi lækka, þá höfum við ekkert í hendi. Við höfum ekkert í hendi að sala eigna myndi ganga eftir. En þetta gekk eftir og ég ætla að fara aðeins að brjóta upp ársreikningin og ég ætla að fara í rekstrar niðurstöðu á hálfsárs uppgjör sveitarfélagsins. Þá fyrir A og B hluta rekstrar niðurstaðan 1,3 milljarður. Jú, góð niðurstað þá og þarna erum við búin að selja land fyrir 1,2 milljarð sem allan fyrir mér horfðu svolítið út fyrir sviga á. Reksturinn á sveitarfélaginu var ekkert komin í jafn þarna er bara einskiptis aðgerð og reksturinn ennþá stendur ekki undir sér. Ég veit ekki og sko, ég held að við bara höfðum aldrei geta hægt að taka álag útsvar. Hvernig höfðu minnihlutamenn viljað framkvæma það? Áttu bara að hringja í skattinn og segja við áttum að hætta? Ég held að lögum sko, álagningu útsvars þarf að láta vita til skattsins í desember hver á útsvarsprósentan á að vera. Það væri kannski bara gaman að fá að vita hvernig fólki ætla að framkvæma þetta út að þetta held ég bara tæknilega séð útfært, eða þetta útfært þetta. Væri áherslu við það. En rekstrarstaðan var þessi hálft ár og 9 mánaða þá var 1,8 milljarður. Að ég sjáu, á seinustu 3 mánuðum þá erum við að bæta og þetta gerist þetta hratt og þetta sýnir líka auðvitað þarna eru vextir og verðbólga lækka, íbúafjölgun búin að vera meira á árinu og var í rauninu komin í áætlu íbúafjölgun var komin við 8 mánuði eða 7 mánuði að strax þessa seinustu 3-4 mánuði þá byrjar þessi íbúafjölgun og þá við erum ekki komið með alla þessa peninga líka frá jöfnunarsjóðunum að þetta að gerast mjög hratt og það að gerast mjög hratt sérstaklega þarna seinustu árum vegna vextir og verðbólga lækka, íbúafjölgun meiri, framlag jöfnunarsjóðu aukast og margir þættir. En eins og ég sagði líka í fyrirumræðu, við höfðum ekkert í hendi árið 2023. En það hefur ótrúlega margt fallið með okkur árið 2024 og virkilega ánægt að hallarekstur sveitarfélagsins og við þurfum ekki að taka lán fyrir daglegum rekstur sveitarfélagsins sé núna hætt. Og það búið að skapa forsendur til að lækka álögur íbúa og ég veit að það það sem allir bæjarfulltrúar vilja gera fyrir íbúa að lækka hér háagjöldin af því raunni hafa kannski gjöldin bara alltaf verið of há en auðvitað eru of há sérstaklega þegar rekstrargjöldin tvöfaldast á 4 árum og skuldasöfnunin fer úr 12,3 í 28,3 milljarða. Þá þarf maður heldur betur að borga af þeim lánum. En það búið að ná að snúa þessu stóra máli við og eins og segi alveg tilbúin að viðurkenna allan vandann en mér finnst sorglegt að sjá þegar aðrir bæjarfulltrúar vilja ekki koma þarna upp og viðurkenna þann vanda sem sveitarfélagið var í og það tel ég vera hættulega orðaði við rekstur á sveitarfélaginu og kannski skil ég bara vel að reksturinn fór svo mikið í fokk við það að bæjarfulltrúar hafa kannski verið með þessa sýn á hlutina. Takk. Takk fyrir þetta Sveinn. Þá Álfheiður Einarsdóttir bæjarfulltrúi Álista og skættur að fá að taka til máls. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir þeir sem að fylgjast með fundinum. Ég kem hér upp í seinni umræðu ársreikning sveitarfélagsins Árborgar 2024
og hér hefur margt verið sagt og ég hef verið sammála mörgu og ósammála öðru. Við erum náttúrulega öll manneskjur og en ég vil svona kannski taka undir með Fjólu að það fjall allt með okkur. Við urðum að taka erfiðar ákvarðanir og það var gerður samningur við innviðaráðuneytið. Þannig að við réðum því kannski ekki hver hraðinn á hlutunum ætti að vera. Við þurftum að semja við ráðuneytið það. Og þegar við erum að taka þá ákvörðun og setja álagið á hvaða aðgerða við eigum að grípa til, uppsagna, hagræðingar, þjónustuskerðingar hér. Þetta var sambland af mörgum mismunandi aðgerðum að þá vitum við í raun og veru ekki að efnahagsumhverfið yrði eins og það varð á árinu. Við gátum alveg eins búist við hækkandi vöxtum og hækkandi verðbólgu. Við vissum það ekki. Það var ekkert í hendi. Við vissum ekki að okkur tækist að selja allan þann byggingarétt sem okkur tókst. Og það var ýmislegt sem að við vissum ekki sem féll svo með okkur. Þannig að þetta er vissulega ljúfsárt vegna þess að margar af þessum aðgerðum voru bara mjög sárar. En við erum til í að endurskoða og eins og til dæmis í tilfelli með Árblík þá er strax búið að ákveða að því verður haldið opnu. Sparnaður reyndist ekki sá sem að, við bjuggumst við og þannig að við erum alltaf til í að endurskoða og við erum að endurskoða reglulega. Og nú þetta álag á útsvarið er í raun og veru bara í 1 ár og ég ætla nú að taka undir með Sveini Ægi, ég held þú getur ekki skilað undir skattsins að þessi mismunandi útsvarsprósenta innan hvers árs. Hún verður að vera svo sama frá 1. janúar til 31. des og getur ekki verið með eina útsvarsálagsprosentu til júní og breytt henni í júní. Ég held að það sé bara í lögum, ekki hægt. En það féll allt með okkur, en við vissum það ekki á meðan við vorum að taka þessar erfiðu ákvarðanir. Þannig að auðvitað er ánægilegt að við erum komin yfir strikið. Það er farið að birta yfir verulega, en það mikið af því eru innskiptis. Þannig að við þurfum að halda áfram að vera með svoleiðis hauk frá augu á rekstrinum til þess að þessi þróun geti haldið áfram og við getum verið með sjálfbæran A-hluta sem er það minnsta sem að íbúar geta krafist af okkur. Takk. Takk fyrir þetta, Álfheiður. Þá var Sigrún Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, óskað eftir að fá að taka til máls. Já, herra forseti. Ég hélt í alvörunni að ég þyrfti ekki að koma upp og tala um þetta hérna einu sinni en bæjarfulltrúi Sveinn Ægir eiginlega gerði mér það bara ómögulegt. En það virðist hann vera alveg með það á heilanum að hér hafi fyrir meirihluti búið til skuldir úr lausu lofti að ganni sínu sennilega. Hann hefur aldrei minnst og það eftir því sem best veit í öllum sínum hróka og yfirlætisgreinum sem hann er búinn að birta opinberlega í blöðum á regnum hjá sér að það var ekki til króna í kassanum í þessu sveitarfélagi 2018. Og það var ekki búið að byggja neina innviði sem heiti geti til að taka á móti fólki sem vildi flytja í sveitarfélagið frá því 2016. Það er ekki eins og fyrir meirihluti hafi haft eitthvað val um það að sleppa því að fara í innviðuppbyggingu. Það þurfti bara að fara í innviðuppbyggingu. Það er alveg hægt að deila um það, hvort að það hafi verið rétt að gera það á þeim hraða, hvernig sem það hafi verið gert. En það geti aldrei rætt um þetta málefnalega, það er með ólíkindum. Bara alveg með ólíkindum. Við gátum heldur ekki séð það sem voru hér í síðasta meirihluta að það kæmi hér COVID og afleiðingarnar sem fylgdu því út um allan heim. Og ég er með fréttir. Það sá þetta enginn fyrir út í hinum stóra heimi. Hvergi nokkur staðar sá neitt COVID fyrir. En hér er búið að láta í meira en 3 ár eins og fyrir meirihluti hafa átt að sjá þetta allt fyrir.
Við áttum bara að vita þetta. Við áttum að sjá það fyrir að fjármagnsgjöld myndu fara úr einhverjum nokkur 100 milljónum í rúma 2 milljarða. Hver heldur þú að geta hafa áætlað fyrir því? Enginn. Ekki nokkur mann. Því það sá þetta enginn fyrir. Að tala með ábyrgum hætti. Þetta var sennilega besta sem kom fram í ræðinu og bæjarfulltrúi Sveina Ægir. Hættuleg orðræða, það var svona á pari. Síðan í kosningabaráttunni fyrir þetta kjörtímabil þá hafa bæjarfulltrúar og frambjóðendur D-listans ítrekað lýst sveitarfélagi gjaldþrota. Alls staðar sem þeir hafa geta komið orðið að lýst sveitarfélagi gjaldþrota. Sem að og hápunkturinn á þeirri umræðu var íbúafundur í Mikli á Hótel Sölvhúsi. Hver í óskupunum hefði átt að lána sveitarfélaginu peninga eftir þessar yfirlýsingar? Ég meina, þið eru í meirihluta, þið stjórnir sveitarfélaginu. Þú veit að taka fjármálafyrirtæki og fjármálaseigendur mark á ykkur. Ef þið lýsið sveitarfélagi gjaldþrota, hver á þá að lána ykkur pening? Eða hjálpa ykkur með að endurskipuleggja reksturinn. Þetta eins og að kveiki húsinu sínu og setja það svo á sölu. Og alveg steinhissað að seljast ekki á toppverði. Þetta bara með ólíkindum. Ég segi nú bara að því Ari nú í salnum eins og Ari sagði, ég ofan dottinn af þessari þvælu sem búið að vera að halda hér að fólki í meiri 3 ár. Þetta ekkert annað en rangfærslur og lygar. Það fyrir það fyrsta og bara svo með ég mannað. Versta dæmið fjölnótt íþróttahúsið. Að reyna að ljúga því að fólki að það hefði kostað 3 milljarða. Að fara síðan með falsað uppgjör inn í eigna- og veitunefnd og leggja það fyrir nefndafund og reyna að fá það samþykkt. Þið skammist ykkur ekki einu sinni. Ég held að viti ekki hvað það Og þið takið það svo persónulega held ég, þegar það einfaldlega verið að benda á það að það var ekki nauðsynlegt að fara svona brakk í það að snúa við rekstri sveitarfélagsins. Vissulega þurfti að laga rekstri sveitarfélagsins. Akkur heldur því að við höfum verið búin að ráða KPMG til þess að hjálpa til við að snúa við rekstri sveitarfélagsins og greina hvað væri hægt að gera í lok kjörtímabils 2022. Ráðgjöf sem þið bæjarfulltrúar D-listans greiddu reyndar atkvæða á móti, töldu enga þörf á þessu. Það bara alveg hárrétt. Þið getur bara fundið það í fundargerðum með viljið. Þið bjugguð þetta vandamál að stórleiti til sjálf og það virðist vera sem þetta allan tíma snúist það að reyna að telja fólki trú það að fyrri meirihluti væri bara eitthvað fólk sem væri ekki treystandi fyrir nokkur sköpum hlut, þetta væri bara einhverju vitleysingar sem hefðu sett sveitarfélagið og hausinn að ganni sínu. Og þeir eru búin að halda þessu áfram í meira en 3 ár. 3 ár maður búin að þurfa að horfa upp á þetta. Sama lega faðrið aftur og aftur og aftur. Þetta náttúrulega þekktasta áráðustrykk í heimi. Haltu þig við sömu línuna þangað til nú verður sannleikurinn. Þið eru að reyna að heila þó fólk í sveitarfélaginu að það eina í flokkurinn sem getur stjórnað hér af einhverju viti hvað fjármál varðar sé sjálfstæðisflokkurinn. Það sem engum öðrum treystandi fyrir fjármálunum. Við skulum sjá hvað það verða ánað 1. júní þegar þau fá reikningi frá ykkur. Ég ekki viss að vera allir hoppandi glaðir. Annað sem ég ætla bara að benda á, og ég var ekkert að taka það fram hérna áðan, en á sama tíma, og hér hafa verið hækkuð gjöld og skattar á íbúa sveitarfélagsins, þá hvarflaði ekki að ykkur að láta Sigtún þróunarfélag kaupa viðbótarlandið í miðbænum. Það búið að lækka að gefa ykkur afslátt af byggingaréttargjald í miðbænum eða á miðsvæðinu af hverju. Það eru betri skilyrði núna heldur en þegar byggingaréttargjaldið var sett á. Þeir eru búin að skammta ykkur sjálf laun, verandi með 2 bæjarstjóra
og grátu svo einhverjum krókódílatár með því að hafa lokað dagdvölinni. Það reyndar alveg gefa þið þetta hrós að þú viðurkenndi það að það hefði verið mistök, því það voru, já, stór mistök. Þetta snertir fólk, allar ákvarðanir sem við teknar þetta, og að halda því fram að fólk sem að satt hér í síðasta meirihluta hafi tekið ákvarðanir til þess að, ég veit ekki hvað þið haldið, til þess að reyna að setja sveitarfélag á hausinn að ganni sínu, það er náttúrulega bara algjörlega óþolandi að sitja undir þessu. Þau hljóta að gera eitthvað grein fyrir því. Hér reyndi enginn að setja sveitarfélag á hausinn. Það gat bara enginn séð fyrir þetta erfiðleikaskeið sem kom í kjölfar á COVID, sá náttúrulega enginn fyrir COVID, og svo dýfkaði það með þessu stríði í Úkraínu. Sem betur fer erum við á leiðinni inn í betri tíð með blóm í haga, eins og bæjarfulltrúi Arnar benti hérna áðan. En farið að skrúa aðeins niður í hrokanum. Og hætti að tala hérna um fólk eins og að sé fá þetta. Það skilja það allir að það er búið að það var farið of hratt og bratt í það að reyna að ná niður skuldum sveitarfélagsins með að laga reksturinn. Og allra versta er þetta álag á útsvarið. Það er ekkert persónuleg árás á ykkur, það er bara einfaldlega það sem þú er að benda á að þetta var of mikið. Takk. Takk fyrir þetta Sigurjón Vídalín, þá er Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista og óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, ég vil bara byrja að taka undir allt það hérna sem bæjarfulltrúi Sigurjón sagði hérna á undan mér. Og ég kom nú bara nánast eingöngu hérna upp af því að mér bara misbýður málflutningu bæjarfulltrúa Sveins Ægis. Þetta er náttúrulega óþolandi að sitja undir svona og þetta eru bara sko hreinar og klárar bara lágkúrulegar aðdróttanir og sorglegum málflutningu. Og náttúrulega dæmir sig bara sjálft, ég meina að tala það, hér hafi bara setið fólk í meirihluta sem bara lék sér að því að setja sveitarfélag á hausinn eins og Sigurjón sagði hérna áðan. Þetta er náttúrulega bara gjörsamlega óþolandi og ég bara fer fram að biðjast afsökunar. Baðst nú reyndar aldrei afsökunar á því eins og Sigurjón kom inn á hérna áðan, þessu ranga uppgjöri sem kom hérna, það sem að menn voru að reyna að bera í bætifláka fyrir öll ósannindin sem hafði verið hringt út hérna í kosningabaráttunum fjölnota íþróttahúsi, en þetta er bara, við getum ekki haft þetta samtal hérna í þessari bæjarstjórn á þennan hátt. Þetta er bara ekki hægt og talandi ábyrgan málflutning, þetta er náttúrulega bara svo ofboðslega óábyrgt og að það er eiginlega ekki hægt að ræða það og tala einhver met, Norðurlandamet, ég vil bara fá svo tölur, ertu með tölur yfir niðurstöðu ársreikninga sveitarfélaga á Norðurlandum, hvað vitleysa er þetta? Þetta er ekki eins og þetta fyndið. Nei, ég bara fer fram á að fólk sé kurteist hérna og tali eins og manneskjur og tala á manneskjulegan hátt, að þetta er ekki neinum til framdráttar að tala á þessum nótum. Takk. Takk fyrir þetta Arna Ýr, þá er Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, þá óskar eftir að fá að taka til máls. Virðulegu forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég veit ekki hvernig maður kemur á eftir svona, en ég ætla nú að vonast til þess að beita bara hófsemd okkar framsóknarmanna og tala aðeins hægar og vera skýrumæltur og hófsamur auðvitað. En það sem að ég var nú eiginlega engdur hérna upp með því að vera vitnað í grein og nafngreindur hérna áðan, að þá er það kannski rétt að ég fá aðeins að fara yfir það hvað ég var að meina. Og það var nefnt þarna reykur og speglar.
og þau hafa aðeins komið inn á þetta bæjarfulltrúar hér á undan mér að það var í rauninni svolítið ykt staðan í málflutningnum í aðdraganda kosninga og að því að það var farið í það að nefna skuldir og gleyma því alveg að tala um eignirnar sem að komi til viðbótar við eignasjóð eða eignir sveitarfélagsins. Þá í rauninni helst skuldasöfnunin alveg í hendur við eigna uppbygginguna. Ef við skoðum það bara svona alveg heiðarlega og ég er ekki hér til þess að svara fyrir meirihluta, hins vegar bara eins og einhver kom inn á áðan að auðvitað ljúga tölurnar ekki, þar eru bara og eigna uppbyggingin var alveg í takti við skuldaaukninguna og þess vegna beið ég að það sé talað á hófsemi sömuleiðis að við svona skoðum þetta svolítið í jafnvægi, ekki vera bara að einbeita sér að annarri hliðin á efnahagsreikningi því að það er í eðli sínu hálfsamningur. Það bara er hálfsamningur, það er bara þannig. Þannig að við þurfum að skoða þetta í heild sinni og reyna að átta okkur á því hvað gerðist og af hverju gerist þetta í staðinn fyrir það að vera að leggja fram einhvern svona hálfsamning. Það er engu til framdráttar og sérstaklega ekki þessu sveitarfélagi. Ég talaði það áður að rekstur sveitarfélagsins þurfi að vera auðvitað til fyrirmyndar á Suðurlandi svo að við getum verið í fararbroddi til þess að stunda eða standa að sameiningum á Suðurlandi. Og það er alveg ljóst að það er auðvitað eitthvað sem að bera að horfa til þegar við verum að velta fyrir okkur framtíðinni. Hvernig getum við í rauninni stutt við auknar sameiningar hér á Suðurlandi til þess að bæta auðvitað heildina sem slíka. Þannig að við þurfum ekki að vera að taka við utanaðkomandi þjónusta utanaðkomandi sveitarfélög sem eru ekki í stakk búin til þess að gera annað en að kaupa okkur þjónustu. Það er nú skemmtilegt að það var komið inn á að ég var leiðréttur eða mér var bent á að greining mín sem hafi verið svona svolítið hæpin. Ég hefði átt að fara til 2018 til þess að skoða í rauninni réttatölur og það er í rauninni ágætt og ég í rauninni beitti nú ekki vísindalegri aðferð með það. Ég rúnaði þetta af við tuginn. Þannig að ég svona greinið frá því að þetta var ekki svona tölfræðileg nálgun þar sem að maður finnur réttan upphafspunkt og reynir að átta sig á því hvað er rétti upphafspunkturinn til þess að koma framfæri sínum röksendum. Ég bara rúnaði þetta af við tug. Þannig að og ef við horfum til þess hvað gerðist á þessum síðustu árum frá 2020 og þá auðvitað er hér bara tvöföldun á rekstri að ræða. Og það er kannski það sem að ég var að reyna að draga fram frekar en annað að rekstratekjur sveitarfélagsins að þær hafi aukist frá 2020 úr 11 milljörðum í 23 milljarða 2024. Þetta með slíkum ólíkindum að þetta er nánast eins og þetta sé einhvers konar netbólufyrirtæki með einhverja tekjur af smellum, músasmellum á internetinu. Þetta er bara, og ég er ekki að segja þetta í háði og ég er ekki að gera grín eða tala niður sveitarfélagið eða reksturinn. Ég er einfaldlega að segja það að þessi vöxtur er ævintýraður. Og þegar menn er að tala um það að sé að breyta rekstri sveitarfélagsins sé eins og að breyta stefnu og olíupramma eins og bæjarstjóri hefur stundin þetta ber þess engin merki. Segir ykkur alveg svo er. Ekki af öllum þeim orsökum sem ég lesði í yfir lífið þá í rauninni þó svo að reksturinn sé þetta erfiður og þunglamalegur en að tvöföldun á einhverjum 5 árum er bara alveg með ólíkindum. En skuldasöfnun vissilega alltaf á að gefni og maður ber að hafa það í huga að einhver farsælustu fyrirtæki landsins sem að ég skoða núna ítrekkað og svo komið að sinna það að þau eru svona 40-50 ára gamlar vélsmiðjur
þar sem að eigendur hafa annarkvort tekið við af feðrum sínum eða að þeir hafa stofnað fyrir löngu síðan og eru komnir á aldur. Hvað eiga öll þessi fyrirtæki sammerkt? Bara nánast öll sem eru með svona gamla kennitölu. Þau eru skuldlaus og þeir eiga sína fasteign. Öðruvísi er ekki hægt að koma inn á smiðjumarkað. Það sem ég er að reyna að segja með þessu er hreinlega það að þessir gömlu rekstrarmenn, þeir eru fyrir löngu búin að átta sig á því að á Íslandi er áhættan af skuldum með slíkum ólíkindum að það ber að varast aðeins og heitan eldin. Þannig að ég beini bara þessum orðum að þeim sem að hafa með rekstur sveitarfélagsins á þessu kjörtímabili og komandi kjörtímabilum að það ber auðvitað að reyna að haga því þannig til að við séum að framkvæma fyrir eigið fé en ekki fyrir skuldir eða með lánsfé vegna þess að þegar við auðvitað kaupum einhvers konar hús eða skóla eða leikskóla eða hvað það er og við skuldsetjum okkur fyrir því að það hækkar raunvirðið á framkvæmdinni óendanlega mikið. Þannig að við getum sagt að það er 10% vextir á ári og þá er það 10% á ári. Þannig að ég held að við ættum að horfa til þess og auðvitað hvetja til þess og tek undir orð Sveins Ægis að við skulum tala saman á hófsemi og ég held að það hafi verið hnift í hana bæjarstjórunum að láta ekki æsa sig upp í eitthvað en ég lík svo sem bara máli mínu með þessu og ég gat nú ekki annað en komið og svara fyrir mig. Takk. Takk fyrir þetta Arnar Freyr og við erum hérna á 58. bæjarstjórnarfundi bæjarstjórnar Árborgar kjörtímabili 22 til 26 og erum að ræða hér fyrsta mál á dagskránni sem er ársreikningur sveitarfélagsins Árborgar 2024 síðari umræða og við erum hér í 10 ræðum búin að ræða hér saman í 90 mínútur bráðum 85 en allt gott það. Forseti virði líka að menn þurfa að takast hér á bæði fortíð og framtíð og nútíð en legg þó að mönnum hér í lokaræðunum að halda sig við ársreikningin 2024. Þá er beðið orðið Ellý Tómasdóttir bæjarfulltrúi B-lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem vonandi eru að hlusta. Ég held að sé vel við hæfa, ég komi upp núna. Mér langaði að deila með ykkur mínum áhyggjum að þeirri þróun sem að mér finnst birtast í ársreikningi sveitarfélagsins fyrir árið 2024 og hvernig hún varpar ljósi á forgangsröðun í rekstri. Á blaði blasir við okkur bara nokkuð góður ekstra niðurstaða. En þegar kafað er dýpra kemur í ljós að hluti þessar niðurstöðu byggir meðal annars á hagræðingu í mannafla og launakostnaði og hins vegar á auknum álögum á útsvar íbúa. Það sem veldur mér mestum áhyggjum er að við séum að tryggja rekstrarlegan árangur með því að halda aftur á þjónustu sem beinlínis snýra fólki, sérstaklega börnum, fjölskyldum og þeim sem að treysta á félagslegan stuðning. Ég raunum að lesa úr reikningnum að þessi jákvæða niðurstaða er meðal annars fengið með því að teygja þjónustuna og starfsfólkið nærri þolmörkum. Ef við höldum áfram að spara þar sem álagið er mest, þá erum við ekki að stefna í rétta átt og eigum að hættu að starfsfólk brenni út. Og það er kostnaður sem birtist ekki í ársreikningnum fyrir það er orðið of seint. Ef við viljum veita íbúum góða og mannsamandi þjónustu þá þurfum við að fjárfesta í þjónustunni sjálfri, í fólkinu sem heldur henni uppi dag eftir dag. Auðvitað er mikilvægt að byggja upp innviði, en við verðum líka að spyrja okkur bara hvernig samfélagi viljum við búa í. Ef við fjárfestum ekki í fólki, þeim sem samfélagi stendur og fellur með, þá byggjum við upp brothætt kerfi sem stenst ekki álag framtíðarinnar.
því að málin bara þyngjast og það flytja hinga fleiri íbúar. Þannig við verðum líka að passa að við séum að efla þjónustuna. Ég vildi hvetja okkur öll til að skoða núna í framhaldinu hvernig við forgangsröðum að festu og með langtíma sýn að leiðarljósi. Og ákvörðun okkar verða að endurspegla það samfélag sem við viljum sjá dafna. Að því sögðu þá vil ég sérstaklega hrósa starfsfólki sveitarfélagsins fyrir ómetanlega vinnu. Þeir eru öll stóran þátt í þessari rekstrarniðurstöðu og það er ljóst að hún hefur ekki náðst án verulegs álags og úthalds af ykkar hálfu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Ellý, þá er Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, óska eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir í sal og aðri sem eru að horfa. Kannski aðeins bara stikla svona örstutt með leyfi forseta, því ég vil svona reyna kannski að taka mið af þessum ásreikningi sem við varandi svona orð sem hafa fallið frá Sigrún og fleirum svona varandi fortíðina, en svo skulum við horfa til framtíðar. Það eru allir sammála að þurfa að fara í innviðauppbyggingu. Það er enginn hefur verið að deila það, en það mér sýnist að hafa staðið til á sínum tíma og ég hef bara verið starfsmaður á sveitarfélaginu á þeim tíma og því fylgir ofta tíðan lántaka fyrir sveitarfélög. Það deilir enginn um það. En reksturinn verður að taka mið á honum og þar þarf að horfa til lengri tíma varðandi til dæmis verðbólguáhættu sem því miður eru alltaf á Íslandi og líkt og bæjarfulltrúi Arnar nefndi hérna áðan. En sýnist þess að það hafi því miður ekki verið gert, algjörlega óháð COVID, bara reksturinn yfir höfuð. Og svona aðeins að því að það er orð frá Sigrúni, þvert á móti tel ég að við fengum betri viðbrögð frá lánveitendum þar sem við sýndum að þetta taka á rekstrinum sem og hefur verið gert. Og ég held að þetta hafi bara sannast alveg ágætlega haustið 2023 þegar mjög erfitt var að fá fjármagn, staðan virkilega erfið, búið að ná að brúa skammtímaláni við sumarið, en sveitarfélagið náði samt að fá fjármagn og skuldabréf eftir mikla kynningarherferð hjá lífeyrissjóði, þar sem var verið að lýsa hvað ætti að gera. Og aftur til að taka undir orð þín, Arnar, svona aðeins til að stikla og að við eigum auðvitað að reyna að taka sem minnst á lán. Það er markmiðið. Og hárrétti Ellý líka að við þurfum að huga vel að mannauðnum og það gerum við einmitt með því að hafa rekstur í líkilagi þannig að við getum ráðið inn fólk og núna erum við að ná ákveðnum stöðu að geta horft til framtíðar. Því við verðum að hafa efni á því líka. Áttum okkur á því að þrátt fyrir þessa góðu niðurstöðu sem við erum að tala um í ársreikningum og ég held að enginn deili þá er sveitarfélagið rétt að ná núllpunkti á þessum tímapunkti. Svona, við getum talað að vera að ná ákveðnu núllpunkti eftir hallarekstur undanfarinna ára. Það er hárrétt að árangurinn er samspil margra þátta. En ég tel að eitt stærsti þátturinn eru aðgerðir til hagræðinga sem bæði bæjarfulltrúar og starfsmenn hafa unnið á síðastliðnum árum. Og mér finnst það smá ómaklegt og ég sagði það líka í fyrraðumræðinni þegar bæjarfulltrúar að gera lítið úr þeim þætti. En það hafa nauðsynlegar hagræðingar verið marga hverjar sársaukafullar. En ég skil alveg pólitíkinni í öllu því sem er verið að segja. Við höfum farið aðgerðir sem hafa breytt verklagi innan sveitarfélagsins til hins betra og munu skila sér að miklu leyti áfram í bættum rekstri til næstu ára. Hagræðingar skila sér áfram. Það eru stórar upphæðir sem ræðir og hafa jákvæð áhrif á þennan svo kallaða A-hluta við tölum eða daglegan rekstur. Niðurstaðan í þessum ársreikningi er einmitt talsvert betri en við áætluðum. Þar sem liðir, líkt á framlög jöfnunarsjóðs, lægri verðbólga, sala eigna, íbúafjölgun umfram áætlanir sem geta sveiflast milli ára eru betri en áætlun gerir ráð fyrir. Það er frábært. Og þýðir að sveitarfélagið okkar stendur aðeins sterkari fótum fyrir framhaldið þar sem lausafjárstaðan er betri núna heldur en hún var á síðastliðnum árum þegar hún var grafalvarleg eins og hefur komið fram. En þar spilar einmitt sala eigna og álaga útsvar stórt og mikilvægt hlutverk einmitt til að við íbúar getum notið betri þjónustu og lægri álaga til framtíðar. Ég vil þakka starfsmönnum og bæjarfulltrúum öllum fyrir þeirra dug og kjark í verkefninu hingað til. En því er ekki lokið eins og hefur komið fram fyrir bæði þeir sem hér stendur og fleiri.
A-hluti sveitarfélagsins ekki orðin sjálfbær og það hefur nú verið tíðrætt það hér að ef við tökum burtu þessa einskiptisliði þá erum við bara rétt að dansa í kringu, þannig við eigum verkefni áfram og við getum gefið okkur ákveðin tíma í það. Ég er sammála því að við getum gefið okkur tíma að vinna það hægt og rólega einmitt með því að huga vel að manninn okkar, bæta við það sem þarf að bæta. Það er búið að benda á fullt af flottum atriðum sem við vitum og þarf að vinna að núna í áætlun næstu ára. En við getum það af því að við erum búin að ná ákveðnum núlpunkti með þeim aðgerðum sem við erum búin að gera hingað til. Þær voru því miður nauðsynlegar, allar saman og að skila okkur hérna. Og við getum talað og höfum Árblik verið nefnt hérna sem gott dæmi eitt af því atriði sem við höfum endurmetið var ekki að ganga vel, skila ekki svo miklu og það var nauðsynleg þjónusta sem við þurftum að taka til. Eins með vinnuskólan, börnin okkar yfir sumartíma. Við tókum 7. og 8. bekk alveg út strax, núna erum við að reyna að bæta 8. bekk aðeins inn aftur að einhverju leyti og mikilvægasta, viðkvæmasta hópnum 17+ aftur inn. Við reynum að taka núna hæg og góð skref aftur, þannig við þjónustum viðkvæmasta hópin okkar. En annars, góð umræða, hellingur að góður í pólitík líka, ég vona að fólk hafi notið þess að horfa, en þakka fyrir mig, Billy. Takk fyrir þetta. Bragi, þá eru 2 eftir á mælendaskrá, Helga Lind Pálsdóttir bæjarfulltrúi D-lista. Nú skal þetta taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur sem eru að horfa. Mér langaði bara aðeins að fá að koma upp undir þessum lið og í raun og veru kannski aðeins koma inn á það að í þessum aðgerðum öllum þá var í sjálfu sér ekki hagrægt í velferðarþjónustu. Vissulega var Árbliki lokað eitt sumar og það voru mistök, það skilaði ekki þeim árangri eða fjárhagslegum ávinningi sem það átti að gera. Ég man líka eftir að hafa setið að fundi eftir fundi sem að finna krónur og aura út allt og þetta var eitt af því og þetta var bara ógeðslega erfitt verkefni og þetta var ógeðslega erfiðar ákvarðanir. Sem betur fyrir erum við búin að ganga tilbaka með þessa ákvörðun Árblík verður opið í sumar, við munum ekki gera þetta aftur og eins og bara ég kom inn á hér áðan þá erum við að setja inn aftur unglingavinnu þannig við erum smátt að svona máta okkur inn aftur og erum að taka varfærin skref og reyna að gera þetta eftir því sem að við treystum okkur til. Þannig að þegar ég segi það var ekki hagrægt í velferðarþjónustu það á ég ekki við Árblík, ég veit Árblík velferðarþjónusta. Hins vegar finnum að líka alveg það það mikil íbúafjölgun í samfélaginu. Hér að flytja mikið af fjölskyldum, það að flytja marga fjölskyldur, mörg börn með stuðningsþarfir og þar að leiðandi mögulegt að við þurfum að fara að stækka þjónustuna. Þannig að þetta ekki spurningu það sem við hagrætum heldur það að við heldum kannski aðeins aftur á því að stækka í takt við íbúafjölgunina. Það sjáum við núna og við erum inn í velferðarnefnd til dæmis að meta og fara yfir stöðuna í velferðarþjónustunni og við erum alltaf tilbúin til að taka samtali það og svona finna hvar við þurfum að stíga niður af því að það skiptir gríðarlegu máli að halda góðri velferðarþjónustu. Þar erum við að sjá ávinning til framtíðarinnar. Það skiptir líka máli að því að velferðarþjónustan og velferðarmál bara oft mjög erfið. Þetta eru þungmál, það þungt að vinna við þessi mál. Að við þurfum líka að halda utan starfsfólki sem vinnur í velferðarþjónustu og ef álagið verður of mikið á hvernig þetta starfsmann þá það líka mjög vond staða. Þannig að við erum algjörlega með augu og eyru opin gagnvart velferðarþjónustu. Þannig já, það var svona aðalega það sem ég vildi fá að segja. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta Helga Lind og þá hefur Sveinn Ægir Birgisson bæjarfulltrúi D-lista óskað eftir að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, það hárrétt hjá Ellý að það að huga starfsmannunum og það kannski svo sem ánægulegt að í öllu þessu ferli sem við höfum ráðist í að starfsmannáin hefur aukist á meðaltali og þetta gerur okkur grein fyrir því að kannski á einhverjum stöðum hún ekki kannski búin að aukast eins mikið en hún allan að aukast að meðaltali í sveitarfélaginu og það kannski jákvætt en auðvitað þurfa að horfa og það alveg rétt eins og Helga kom inn á jú,
ok, við höfum kannski haldið okkur höndum einhvers staðar, en við vorum líka að reyna að nýta þjónustuna eitthvað best og þjónusta íbúðan eitthvað best fyrir þá fjármuni sem við höfðum til umráða. Við vorum líka að fara yfir að hvort við vorum að þjónusta kannski fólk sem kannski við hefðum ekki átt að vera að þjónusta eða koma einhver önnur úrræði þannig að við þurftum ekki að þjónusta þau. Mér langar samt, ég ætlaði nú ekki að fara að lengja fundin eitthvað meira eitthvað að hittast í eða eitthvað, en það svaraði samt engin spurningur minn það hvernig átt að hætta að taka álag á miðju ári. Og mér langar líka að segja árið 23 þá vorum við í þeirri stöðu að við eins og kannski Sigrún kannski við áttum ekki krónu 2018, ég veit nú ekki hvort það en staðan svo í 1. ágúst 2023 þá átti sveitarfélag 17 milljónir á bók þegar búið var að greiða laun. Þessi staða litaði auðvitað fjárhagsáætlanagerðina það ár fyrir árið 2024 sem við gerum upp núna. Þarna eru búin að fara í hópuppsagnir, búin að setja á umrætt ráðningabann, búin að grípa til mikla aðgerða og það var í rauninni ekkert annað í stöðunni en að setja þetta nema að við höfum ráðist í að þurfa að loka eða hætta með einhver þjónustu sem við höfum verið að gera. Ég held að sé engin þjónustu sem sveitarfélagið með núna sem ekki mikilvæg. Öll þjónustu sem við erum með sem mikilvæg og höfum verið með þjónustu sem mikilvæg. Og ég trú ekki að það sé einhverju hér og það væri skrítið og væri að koma fyrst fram núna að við séum að ofþjónusta einhverjum þáttum eða við ættum að loka einhverju stofnum fyrst núna. Við erum búin að fara í allar innan. Álag og útsvar var til þess að tryggja líka ákveðna grunnþjónustu, auðvitað kannski ekki lögbundna þjónustu, en það er fullt af þjónustu sem við erum að bjóða sem er ekki lögbundin en við teljum vera lögbundna þjónustu. Leikskólar, félagsmiðstöðvar, margt sem tengist ungu fólki og eldra fólki. Staðan var þannig og jú, auðvitað ég er ekki á móti að byggja upp innvið og það eru sem alltaf verið að byggja upp innvið í sveitarfélaginu, en staðan var líka bara svo að við vorum búin að taka allt of mikið lán fyrir rekstri sveitarfélagsins, 5 milljarðar bara í rekstri sveitarfélagsins, að það er gott að við gátum stöðvað það og erum búin að ná þessum árangri, en meira var það ekki frá mér. Takk fyrir þetta Sveinn. Þetta áttu að vera síðasta ræðan í fyrsta málun á dagskráni, en ég ætla að gefa hérna það 2 beðum örstutt orð, Fjóla Steindóra Kristjánsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista. Snögg loka orð hér í þessari umræðu og síðan Arnar Freyr Ólafsson á eftir. Forseti, bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur, ég ætlaði nú ekkert að koma upp aftur, en ég varð að koma núna svara Sveini, af því að þetta snýst það að við höfum tekið samtalið það. Varðandi það að bregðast við þessari 63. grein sveitarstjórnarlaga að setjast niður og ræða þessi mál reglulega fyrir staðan, getum við breytt, mér langar að koma líka og segja að þegar álagið var sett á, þegar ég fór ásamt bæjarritara á þeim tíma, Helgu Maríu Pálsdóttir, á 11 fundi og hittum 11 lífeyrissjóði og vorum að selja sveitarfélagið, að þá var það lykil atriði og líflína okkar í sveitarfélaginu að geta sagt að við værum með plagg, og ég vissi það væri þannig, sem segði hvernig við ætlum að borga þetta, vegna þess að við vorum yfir veðsett á þeim tíma, sem getur gerst mjög hratt, eins og við vitum öll sem erum með íbúðalán, að þegar vextir og verðbólga hækka og við borgum á meðan við sofum þá hækkar höfuðstóllinn á lánin okkar að því við erum með verðtryggt lán. Og það var svolítið staðan, þannig að þegar við förum að hittum þessa lífeyrissjóði áður en við förum í útboð, að þá var þetta okkar líflína og ég fer ekki dofan á því. Hún var nauðsynlega akkurat á þeim tíma. Það sem ég var að kalla eftir var að við varum meira með puttan á púlsinum, jafnóðum að fylgjast með, að bregða til beggja, skiljiði, og þurfum að gera breytingar. Og Kjartan að veifa mér. Takk. Takk fyrir þetta Fjóla Steindóra og þá á loka ræðuna í þessari umræðu. Fyrsta mál á dagskránni, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er bara til þess að fara yfir þetta í sambandi við endurgreiðslu á útsvarinu, auka útsvarinu. Að hlutirnir einfaldlega þannig
að í lok árs 2024 að þá auðvitað ríki búið að áætla þetta auka álag samhliða því að greiða til sveitarfélagsins samkvæmt áætlun sem að gerð á grundvelli þess hvernig íbúasamsetning og hver einhvers konar meðalstaða á útsvari. Vissulega fær sveitarfélagið greiddar þessar greiðslur allt árið frá ríkinu. Það hins vegar ekki búið að reikna álagið á íbúa sveitarfélagsins. Og það sem er vel mögulegt að gera þegar þetta staðan áramótin, það að taka saman þessar greiðslur og endurgreiða þær með einhverjum hætti. Og við vorum ekki að tala á þeim nótum að það að greiða þær á einni nóttu, heldur einfaldlega að segja sem svo að við verðum að leggjast í það að semja við ríkið til þess að fá ákveðna lengd á endurgreiðslunar og í árum þá talið, vegna þess að þetta hafi einfaldlega verið og rukkun á gjöldum sem að byggði raunverulega á þeim forsendum sem að reyndu svo hæpnar, getum við sagt, að skuldarhlutfallið hafi verið svo hátt. Þannig að í rauninni það þannig að á þessum tímapunkti áramótin ekki búið að reikna útsvarið á íbúana, en það vissulega búið að greiða til sveitarfélagsins allar þær greiðslur sem áætlaðar voru, og þar af leiðandi hefði verið hægt að setjast niður með ríkinu og ná samningum. Ríkið ekki einhver veggur sem ekki hægt að ræða við. Eftirlitsnefndin vissulega kannski veggur sem ekki hægt að ræða við, en ríkið það nú samt ekki, sko. Og þegar það orðið ljóst að þetta var í rauninni innheimtir skattar og efnahagur eða rekstur sveitarfélagsins gaf ekki tilefni til innheimtu, að þá auðvitað vel mögulegt að setjast niður og endurgreiða. Þó svo að það sé borin fyrir sig einhvers konar lagaákvæði, þá líka hægt að bera fyrir sig lagaákvæði á hinum endanum að segja, já, það var farið offari. Og þess vegna í rauninni getum við fundið hjá okkur að setjast niður og endurgreiða þetta. Þannig að ég held að það sé hæpin túlkun að segja sem svo að þetta sé í rauninni ógjörningur vegna þess að lögin kveða á eitthvað eitt. Þetta vissulega verið að reyna að bregðast við af heilum hug, og við megum ekki taka þessu þannig persónulega að við séum að segja það þannig að einhverju persónur og leikendur beri hér ábyrgð. Þetta einfaldlega ákvörðun meirihlutans og við teljum hann að vera ranga og við teljum hann að vera rétta og gott og vel. En ég held samt sem áður að því að við erum farin út í þessar nótur að ræðum þetta og lögmæti þessar aðgerða, og þá held ég að þetta eigi fyllilega rétt á sér og hefði vel verið framkvæmanlegt, en það ekki vilji til þess og þar af leiðandi verður þetta ekki framkvæmt. En erum við komin í ansi langt í ef og hefði og lætið því staðanum í takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr Ólafsson. Við höfum lokið við að ræða ársreikning Sveitarfélagsins Árborgar árið 2024. Hér á 58. fundi bæjarstjórnar Árborgar í 16 ræðum í 94 mínútur. Og vil ég þakka fyrir það, málefnalegt og yfirgripsmikið. Þá komið að því að greiða atkvæði ársreikningin, og þá vil ég byrja á því að biðja þá sem eru honum samþykkir vinsamlegast gefa merki. Áður við greiðum atkvæði. Nei, við klárum bara að greiða atkvæði og svo skal ég gefa fundar hér. Það eru 6, já, þeir sem eru samþykk hjá ársreikningnum gefi merki. Ok, það ég ætla ekki að segja ok, allt í lagi. Það er samþykkt með 6 atkvæðum D-lista, 1 atkvæði A-lista, 2 atkvæðum B-lista og 1 atkvæði S-lista. Þeir sem eru á móti,
Það er enginn á móti en Sigurjón Vídalín Guðmundsson bæjarfulltrúi S-lista situr hjá. Og þá hefur verið óskað eftir örstuttu fundarhléi og forseti ætlar að verða við því og við höfum það eins snaggarlegt og kostur er.
Þá höldum við fundi hér áfram í bæjarstjórn Árborgar, 58. fundi, kjörtímabili 22 til 26. Við erum búin að vera að ræða ársreikning Árborgar sem er fyrsta mál á dagskrá fundarins, ársreikning Árborgar, Sveitarfélagsins Árborgar fyrir 2024. Við erum búin að ljúka hér umræðum og atkvæðagreiðslu og erum að koma hér inn aftur eftir örstuð því sem gert var á fundinum eftir atkvæðagreiðsluna. En þá það þeir sem að óska eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu, það munu þá vera Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, ætlar að gera grein fyrir sínu atkvæði og væntanlega annarra sem hún mun þá telja upp. Forseti, ég ætla að leggja fram bókun með ársreikningi ársins 2024 fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa S-lista og bæjarfulltrúa B-lista og hún er svohljóðandi. Bæjarfulltrúar S-lista og B-lista margbentu á skynsemina því að fara ætti hægar í sakirnar þegar gerð var áætlun að bæta rekstur sveitarfélagsins. Þegar horft á niðurstöður rekstrar ársins 2024 þá alveg ljóst að farið var í mjög íþyngjandi aðgerðir á skömmum tíma í stað þess að horfa til þess að ná rekstrarbata yfir lengri tíma sem að ekki biti jafn illilega í hjá íbúum sveitarfélagsins. Auk þess sem það miður að ekki skuli hafa verið endurskoðuð ákvörðun auka álag og útsvar við 6 mánaða uppgjör síðastliðins árs. Þá þegar sást nægileg batamerki í rekstrinum þannig að meirihlutanum hefði verið í lófalægið að láta staðanumir við innheimtu álags og útsvar. Þrátt fyrir að ánægilegt sé að rekstrabati hafi orðið óttumst við að hann hafi verið of dýru verði keyptur fyrir íbúa sveitarfélagsins. Undirrituð þakka starfsfólki sveitarfélagsins fyrir þeirra mikilsverða framlag til bætts reksturs með störfum sínum. Og undir þetta skrifa Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson S-lista, Ellý Tómasdóttir B-lista og Arnar Freyr Ólafsson B-lista. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Þá Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, óska eftir að fá að gera grein fyrir atkvæði sínu. Já, það hefur verið óskað eftir öðru fundarhléi, það þarf að vera verulega stutt. Ég veiti það.
Þá fundi framhaldið aftur í 58. fundi bæjarstjórnar Árborgar og við erum að ljúka hér við að ræða fyrsta málið á dagskrá ársreikning Sveitarfélagsins Árborgar 2024. Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista gerði hér grein fyrir atkvæði sínu og lagði fram bókun frá bæjarfulltrúum S- og B-lista og þá Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista óskað eftir að fá að gera grein fyrir atkvæði sínu og mögulega leggja fram bókun. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir í sal og aðra tilhörendur. Já, við kemum hérna upp og með bókun bæjarfulltrúa D og álista með ársreikningi Árborgar 2024. Niðurstaða ársreiknings sveitarfélagsins mjög ánægjuleg og vilja bæjarfulltrúar D og álista þakka bæjarfulltrúum, starfsmönnum, ráðgjöfum og íbúum sem hafa gert það mögulegt að skila ársreikningi með rúmlega 3 milljarða rekstrarafgangi. Niðurstaðan staðfestir að aðgerðir til hagræðinga, sala eigna og byggingaréttar ásamt öðrum tekjuaukandi aðgerðum, meðal annars álagi og útsvar, að skila viðsnúningi í rekstri sveitarfélagsins. Umrætt álag tryggði greiðsluhæfi sveitarfélagsins og styrkti lausafjárstöðuna, en sameiginlega hafa allar aðgerðir einnig lækkað skuldaviðmið verulega milli ára, þrátt fyrir umfangsmiklar fjárfestingar og viðhald innviða. Meirihluti bæjarstjórnar fagnar þeim mikilvæga áfanga að samkomulagi sveitarfélagsins við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga sem gert var 27. mars 2023 vegna alvarlegra fjárhagsstöðu hafi lokið formlega 1. maí síðastliðinn. Niðurstaða ársreikningsins til marks að samstarfið hafi skilað góðum árangri og sveitarfélag Árborg sé á réttri leið. En nú reynir á að sýna áframhaldandi ábyrgð í rekstri, standast áætlanir og gera A-hluta sveitarfélagsins sjálfbæran á næstu árum. Með þeirri vinnu tryggjum við að sveitarfélagi lendi aldrei aftur í þeirri erfiðu stöðu sem blasti við okkur árið 2022. Stefna og markmið bæjarstjórnar Árborgar var og að takast á við rekstur sveitarfélagsins með ábyrgum hætti. Við vitum að margar ákvarðanir hafa verið erfiðar og sársaukafullar íbúum og starfsfólki sveitarfélagsins en trúum því að það sé að skila árangri og skapi aðstæður til lækkurar annara álaga til framtíðar, líkt og fasteignagjalda. Við íbúar eiga alltaf að njóta ávinningsins. Við meirihluta bæjarstjórnar staðráðin í að halda áfram á þessari braut ábyrgðar og árangurs í þágu íbúa sveitarfélagsins. Og undir þetta rita Álfheiður Einarsdóttir, álista, Bragi Bjarnason, D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, D-lista, Kjartan Björnsson, D-lista og Sveinn Ægir Birgisson, D-lista. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Og þá var ekki fleiri kveðið sér hljóðs og við göngum til annars liðar á dagskrá þessa fundar sem deiliskipulag Jórvík 1, áfangi 2 og Björgustykki 3 og Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista víkur af fundi í þessu máli og inn kemur varabæjarfulltrúin Ari Björn Thorarinsson D-lista. Það hér deiliskipulag Jórvík 1, áfangi 2 og Björgustykki 3. Tillaga að deiliskipulagi fyrir Jórvík 1 öðrum áfanga 28,9 hektara að stærð og Björgustykki 3 17,5 hektara að stærð. Svæði 2 áfanga Jórvíkur liggur til suðurs í framhald af núverandi skipulagi Jórvík 1 og Björgustykki 3 liggur milli nýrrar byggðar í Jórvík 1 og Björgustykkis. Samanlagt skipulagssvæðið 46,4 hektarar. Með deiliskipulaginu verið að skapa svæði til frekar uppbyggingar blandaðrar íbúðabyggðar og þjónustu í sveitarfélaginu Árborg. Megin áhersla deiliskipulagsins að afmarka lóðir og skilgreina byggingarreiti fyrir íbúðabyggð ásamt því að setja skilmála fyrir uppbyggingu innan fyrirhugaðs íbúðasvæðis í samræmi við lög og reglur. Á skipulagssvæðinu gert ráð fyrir hæfilega þéttri byggð og hagkvæmri nýtingu lands. Íbúðabyggðin í meginatriðum lágreist með 1 hæðar sérbýlishúsum, 2 hæða tví- og fjórbýlishúsum og alltaf 6 hæða fjörbýlishúsum ásamt þjónustulóðum. Á skipulagssvæðinu gert ráð fyrir alltaf 1200 íbúðum. Gera má ráð fyrir að uppbygging svæðisins muni taka 10 til 15 ár. Gert ráð fyrir að áhersla verði á uppbyggingu í Björgustykki 3 í fyrri áfanga og Jórvík 1 í áfanga 2 í þeim síðari. Aðkoma fyrir akandi umferð verður frá Suðurhólum, Hólastekk og að Jórvík 1 og 2
Í öðrum áfanga segir í gegnum núverandi byggð í Jórvík 1. Lagt til við bæjarstjórn að samþykkja auglýst deiliskipulag í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 132/2010. Ég held að sé nú 123/2010. Ég er nú búin að þylja þetta þá oft upp að ég muni það. Mér fyrirvar að það verði samþykkt á fundi skipulagsnefndar 14. maí og feli skipulagsfulltrúi að auglýsa síðan tillögunni í samræmi við 41. grein skipulagslaga. Nú, þetta er viðamikið mál og bæjarfulltrúi að fengja á þessu kynningu, en ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig þetta deiliskipulag. Ari Björn Thorarinsson, varabæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Þetta skipulagsmál er auðvitað dálítið stórt mál hér í þessu bæjarfélagi hjá okkur. Þannig erum við að tala hátt í 3000 manna byggð sem að kemur á 10-15 árum. Auðvitað vitum við ekki nákvæmlega byggingarhraðan. Það er í þessu eins og mörgu öðru sem við vitum ekki hvað ásóknin verður mikil og hvað önnur hverfi, hvað þau byggjast hratt upp á þessum tíma samhliða. En þetta eru svona einhverjir 3 mánuðir, 3-4 mánuðir síðan að þetta kom fyrst inn á borð skipulags- og byggingnefndar og það er búið að taka svona allavega heilmiklu stakkaskiptum síðan þá og ég held að þetta sé nú orðið svona allavega þokkaleg sátt þetta eins og það er í dag. Við fengum ráðgjafa annars staðar frá til að rýna þetta svona með okkur og fyrir okkur og það kom heilmikið út úr því og síðan var ágætis fundur á mánudaginn sem að þeir kynntu þetta svona fyrir okkur þar sem að við og það var breið sátt í nefndinni í morgun þar sem við samþykktum þetta að setja þetta í auglýsingu. Það eru þetta bara eitt skrefið að núna gefst íbúum í sveitarfélaginu og aðilum öðrum kostur á eða möguleiki á að gera athugasemdir og svo verður það tekið fyrir hvernig þær koma og við leggjum til að bæjarstjórn samþykki það að setja þetta í auglýsingu. Takk fyrir þetta, Ari Björn. Eru fleiri sem vilja tjá sig á þessu stigi málsins þetta skipulag? Ef svo er ekki þá, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að fá taka til máls. Forseti, takk. Að tek undir það sem Ari kom hér inn á og ég var nú á skipulagsnefndarfundi í morgun og mér langar bara að hvetja íbúa til að skoða skipulag. Þetta er mjög framsækið og metnaðarsamt skipulag og þannig er verið náttúrulega höfða til eins og Jórvík hverfi sem er komið og tengja það við betur núverandi byggð sem er á svæðinu. Það er að vinna blágrænum ofanflóðalausnum og vera að hugsa mikið til framtíðarvarandi tengingu við önnur hverfi sem munu koma þarna í kring seinna meir, en annars er þetta bara virkilega ánægt og virkilega ánægt að sjá líka þarna gert ráð fyrir þjónustulóðum í þessum báðum hverfum. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Það voru Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, þetta eru þetta fagnaðarefni að hér sé verið að fara að halda áfram að byggja upp og mikill sómi að þessu verklagi. Ég vil fagna því sérstaklega að það var kallað til bæjarfulltrúar til þess til kynningar á þessu og því miður komst ég nú ekki á það að sem að ég var við störf í öðru bæjarfélagi. En þarna eru 1200 íbúðir og er það merkilegt og þetta gríðarlega metnaðarfullt verkefni hér sem að mun taka örugglega áratug en ef við getum horft í fortíðar að þá er þetta nú alveg ótrúlegt hvað þetta er fljótt að byggjast upp og hagkvæmnin í svona rekstrareiningu eða uppbyggingu, hún er náttúrulega alveg gríðarleg. Og nú vita nú kannski sumir bæjarfulltrúar hvert undirritaðar er að fara því að hagkvæmni er náttúrulega eitthvað sem við verðum að passa upp og í uppbyggingu fyrir verktaka sem eru að störfum í sveitarfélaginu. Ég get nú ekki sagt að það hef verið tekið undir þau sjónarmið þegar var horft niður til strandarinnar, enda hef ég nú sakað þennan meirihluta að vera alvarlega næssi og horfa einungis til þess byggðakjarnar sem að þau búa sjálf í.
og það miður, bara mjög miður og þess vegna vil ég bara rísa hér aftur upp og hvetja til metnaðarfullri ákvarðana niðri við strönd. Þó ég taki nú ekki dýpra í árinu en það að bjóða út 3 lóðir á Eyrarbakka á meðan það verða að skipuleggja hverfi på 1200 íbúðir á Selfossi, að það bara alveg í hróplegu ósamræmi við það sem að það ætti að vera að leggja hér áherslu á, að reyna að gera þessa byggðakjarna niðri við strönd hagkvæmari í rekstri. Þannig að ég kalla enn og aftur eftir því góðfúslega til meirihlutans að setja nú gleraugun á sig og hætta að vera svona nær sín og reyna að vera svolítið vísitni og reyna að koma svolítið myndilegra að málum niðri við strönd. En ég vil samt sem áður nýta tækifærið og þetta bara óska til hamingju með flotta framsetningu og velunur störf þarna í byrgustekkunum. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Freyr. Það voru Arna Ír Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-list. Þá skal þetta að fá að taka til máls. Forseti, já, þetta spennandi mál. Þetta risastórt, risastór og viðamikil uppbygging sem að forsvarsmenn þessa Jórvíkur hyggjast fara í, og þetta bara mjög spennandi mál. Það sem ég langar bara til þess að kem hérna upp bara til þess að hvetja fólk til þess að kynna sér þetta vel. Þetta er já, eins og segi, þetta stórt hverfi, þetta hefur víðtæk áhrif á mjög margt, ég menn alveg svo umferðarflæði sem dæmi, þjónustu inn í hverfinu, þannig að mér langar bara til að hvetja fólk að leggja aðeins á sig að kynna sér þetta, meðan að þetta í auglýsingu, og það nákvæmlega til þess gert að fólk skoði og spyrji spurninga og komi með athugasemdir. Og mér langar líka kannski að vekja okkur til umhugsunar, þar að segja þá sem að stjórna í sveitafélaginu, okkur öll, að sko hvernig að við aðeins svona veltum fyrir okkur, hvernig getum við verið duglegri að mæta íbúum með kynningar. Það ég verð mjög hugsið að ég fór einu svona í heimsókn til ásamt sambandi íslenskra sveitafélaga til Svíþjóðar og það var aðdánavert hvað þeir voru segir í að finna leiðir til að kynna fyrir fólki hluti sem skipta máli, af því það alveg ótrúlega algengt þegar kemur að skipulags- og byggingamálum að það umsagnarferli í gangi, það auglýsing í gangi og svo bara búið að samþykkja skipulagið og þá vaknar fólk upp og segir: ég gerir mér ekki grein fyrir það væri svona, ég gerir mér ekki grein fyrir að fara að höggva niður öll þessi trjágang eða hvað sem það og það svolítið synd. En ég sá til dæmis eins og sem mjög smart, eins og til dæmis út í Hveragerði, þeir hengja til dæmis teikningarnar upp í verslunarmiðstöðinni og það mjög smart og mér datt það nú bara í hug, þú veist, hægt að til dæmis vera einhver staðar með einhver svona spjöld þar sem fólk í samfélaginu, þar sem fólk lifir og hrærast, og eins og þannig í Svíþjóð til dæmis, þá voru svona spjöld bara á torginu, þú veist, sem var bara hlut á torginu, þar sem að fólk rýnt í teikningarnar af því sem að stóð til að gera og breyta og bæta. Þannig ég held að það fullt af leiðum sem að við getum bætt okkur í að kynna hlutina betur fyrir íbúum, og við ættum endilega að skoða þetta, en hvet fólk til að kynna sér þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ír. Þá Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi Álfstórs, skal að fá taka til máls. Forseti, já, ég vildi bara taka undir með bæjarfulltrúa Örnu Ír og ég hef nefnt þetta hérna áður að auglýsa betur af því að þetta gagnsæismál, þetta mjög þetta gríðalegt hagsmunamál fyrir íbúa að geta komið sínum athugasemdum að, og ég hef haft áhyggjur af því að þetta sé ekki nógu sýnilegt og ég hef minnst á til dæmis að í Reykjavíkurborg með þetta spjöldum bæði inn í Ráðhúsi og í þjónustuverinu
í Höfðatorginu hjá sér og ég hef nefnt það sem dæmi að við getum verið með þetta hérna á spjöldum í bæði bókasafninu og svo hefur verið stungið upp á Sundlauginni. Við megum alveg gera betur í því að auglýsa þessi skipulög einmitt til þess að fólk vakni ekki að væri blundi og það er bara búið að samþykkja allt saman. Þannig að þetta er svona gagnsæðismál og þetta er lýðræðismál fyrir íbúa og þannig að ég tek heilsugur undir þetta. En fagna deiliskipulaginu, þetta virkar mjög vandað og vel gert. Takk fyrir þetta, Álfheiður Ari Björn Thorarinsson, varabæjarfulltrúi D-lista og skautar að taka til máls. Já, bæjarfulltrúar, góð tilheyrendur. Ég er mjög sammála Örnu í þessu máli. Þetta er áhyggjumál og maður er svo sem búin að vera að hugsa verulega þessa hluti sérstaklega eftir að fréttaflutning ekki að þetta sé endilega þetta er auðvitað ekki nógu góð lagi hjá okkur en þetta er enn fréttaflutning úr Reykjavík og þegar kom allt í íbúar búið að byggja grænan vegg fyrir stúðutölduna hjá þeim og eitthvað svona, þetta er bara fréttaefni sem er og enginn þykist vita neitt eða enginn veit neitt og auðvitað er þetta áhyggjuefni og við þurfum að laga þetta. Ég er sammála því, algjörlega. Takk fyrir þetta, Ari Björn. Þá hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs undir þessu máli. Þetta er mál nr. 2 á þessu 58. bæjarstjórnarfundi bæjarstjórnar Árborgar deiliskipulag Jórvík 1 áfangi 2 og Björgustykki 3 og hér erum við að fara að greiða atkvæði það hvort við samþykjum að setja þetta mál í auglýsingu sem verður svo tekið fyrir í nefndinni á síðari stigum. En þeir sem eru því samþykk að setja mál í auglýsingu við sem gefur merki. Það er samþykkt samhljóða og þá hygg ég að Ari Björn Thorarinsson varabæjarfulltrúi D-lista víki af fundi og inn kemur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista. Þá erum við þriðja mál, atvinnustefna, sveitarfélagi Árborg, Hveragerði og Flóahreppur. Bæjarráð samþykkti á 127. fundi lokadrög að sameiginlegri atvinnustefnu Árborgar, Hveragerðis og Flóahrepps. Og hér er lagt til við bæjarstjórn að samþykkja þessa atvinnustefnu. Ég opna fyrir mælendaskrá og Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista óska eftir að fá að taka til máls. Forseti, já. Ég myndi undir þessari atvinnustefnu sem búið að marka núna og við erum að vinna þetta verkefni með Hveragerði og Flóahrepp. En það eru við kannski svona eitt stórt atvinnusvæði hér, ekki bara sveitarfélag okkar, heldur bara nágranna sveitarfélag. Og þetta er í rauninni unnið sambarlegt atvinnustefna að gera fyrir uppsveitir, sveitarfélag uppsveita og þarna er þetta bara svona, já, mjög svipað uppsett á það. En mér langar samt að við hvetja allir til að kynna sér atvinnustefnuna og þessa SWOT-greiningu eða styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri sem við höfum í uppbyggingu á atvinnu. En það sem vekur svona mest athygli og kannski svona sláandi í þessu, það eru atvinnutekjur miðað við árið 2023. Þá er þetta meðaltal einstakling, þá er Árborg, Flói og Hveragerði með 6,1 milljón, ef við skilum rétt, per íbúa. Á Suðurlandi er það 7 milljónir og Íslandi öllu líka 7 milljónir. Þannig erum við 900.000 undir per íbúa. Auðvitað er þetta kannski snýst að hér búa margir en það er kannski ekki eins mikið. Þetta sýnir bara að við þurfum að tryggja meira atvinnumöguleika og fá fleira atvinnuhúsnæði til þess að vera kannski á pari við þetta. Þetta er kannski svona stæðsta, svona mest sláandi sem við tala inn í þessu atvinnustefnu fyrir okkur sérstaklega kjörnum fulltrúa að vinna eftir og reyna að minnka þetta bil með meðaltal þessara tryggja sveitarfélaga Suðurlands og Íslands. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Forseti, já, mér langar bara að fagna því að við höfum fengið þessa stefnu og hún sé lögð fram hér í dag til samþykktar. Nú náttúrulega eru næsta verkefni það er að setja þessa stefnu í framkvæmd og þá ríður á að við
höldum henni lifandi og setjum aðgerðir að setjum okkur markmið hér innan þessa sveitafélags hvernig við ætlum að vinna að þessari stefnu þannig að við megum ekki sofna á verðinum, við verðum að halda þessu lifandi og vera í sókn varandi það að ná þessum markmiðum sem halda að standa. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Arna Ýr, þá er Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista og skættur að taka þetta máls. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefndir. Já, ég ætlaði mjög jákvæð yfir þessu öllu og sem við megum vera, því að það er frábært að við ná samstöðu með Flóra upp á Hveragerði að vinna þessu sameiginlega, sambarlegt og að gert í uppsveitunum. Því að teka undir, atvinnusvæðið er stórt og við erum að horfa til þess að vinna þið saman og það er einmitt þetta með þessa stefnu, þetta er svona hattur yfir og við getum tekið örlítið yfirleitt þar sem við vorum að horfa, ég sat í þessum vinnuhópi ásamt Rödd Sveitafélagsins með Margréti Blöndal og markmið sem við settum stuðla fjölbreytt og sjálfbæra atvinnulífi, efla atvinnu og hvetja til nýsköpunar, ýta undir matvælaframleiðslu og fullvinnslu landbúnaðarafurða, styrkja innviði og efla samgöngur, nýta jarðhita til orkuvinnslu og nýsköpunar, styðja við lista og menningarstarfi í auknum mæli, efla félagslega þátttöku íbúa og styðja við fjölmenningarsamfélag og svo yfir 10 áherslur sem tengjast á mismunandi flokkum við framhald af því, þannig að þetta er vert plagg til að kynna sér en tek undir það sem Arna og Sveinn hafa komið að og að þetta verði mitt, og það er undir okkur komið, að þetta verði ekki mitt plagg sem lendir bara í skúfu, heldur einhver yfirhattur sem við getum nýtt okkur og sett okkur síðan markmið fyrir hvernig við viljum horfa fyrir okkar sveitafélag því að það er það sama og hinn sveitafélaginu að gera þó við séum öll að horfa í sömu átt. Allt sem er að gerast fyrir austan fjall getur sagt í einhverju mynd er jákvætt fyrir okkur öll í þessum efnum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi og þá ætla ég að bera þessa atvinnustefnu upp til atkvæða. Þeir sem eru henni samþykkir atvinnustefnu fyrir sveitafélagið Árborg, Hveragerði og Flóahrepp, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 4. málinu á dagskrá, það er fundartími bæjarstjórnar kjörtímabili 2022 til 2026. Forseti leggur til að bæjarstjórn mæti ekki á hefðbundnum fundartíma miðvikudaginn 23. maí en komi þess í stað saman miðvikudaginn 4. júní, fyrsta miðvikudag í júní mánuði. Ef einhverjir vilja tjá sig þetta þá opna ég fyrir mælendaskrá. Ef svo er ekki þá ætla ég að bera þau upp til atkvæða þeir sem eru því samþykk að bæjarstjórn Árborgar hittist miðvikudaginn 4. júní næstkomandi vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða og þá höfum við afgreitt förstu mál fundarins en förum yfir í fundargerðir og það er komið að 5. mál á dagskrá fundarins. Bæjarráð 127. fundur haldinn 28. apríl síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þessa fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 7. mál á dagskrá fundarins. Það er skipulagsnefnd 43. fundur haldinn 23. apríl síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, og þá er það 7. mál á dagskrá fundarins Bæjarráð 127. fundur haldinn 2. maí síðastliðinn. Þá verið opnað fyrir mælendaskrá þá fundargerð. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista, óskar eftir að taka til máls. Forseti, ég kem undir liðið varðandi Exit sem er samstarfsverkefni Vallaskóla og félagsmiðstöðunar. En grunnhugmyndafræðin er að leiðbeina nemendum í 8. og 10. bekk sem þurfa á stuðningi félagslega og í samskiptum, framkomi að verkefni gengi vel og hafi bætt tengsl milli skóla og félagsmiðstöðvar, samskipti og auki sjálfstraust nemenda sem hafa tekið þátt. Markmiðið er að þróa Exit áfram þannig að það þjóni breiðari hóp og öllum grunnskólum sveitarfélagsins. Þetta er bara virkilega flott verkefni sem hefur verið í þróun í Oddaskóla og gaman að sjá líka þess að stofna nokkuð sem er að þjónusta sama hópin er að vinna saman að sameiginlegu markmiði og þarna eru við líka að tryggja og kannski fyrirbyggja vandamál sem koma seinna á seinni stigum í kerfunum hjá okkur og mér langar bara að vekja athygli á þessu verkefni. Það hefur ekki farið kannski hátt undir þessu verkefni
svona í samfélaginu almennt, en þetta flott verkefni og við heldur þurfum kannski að skoða líka hvort að við séum tilbúin að færa þetta verkefni hærra undir höfuðið og tryggja að þetta fari kannski inn í alla skóla sveitarfélagsins og þjónusti líka breiður hóp. En eins og staðinn í dag þá þetta þjóna á 8. til 10. bekk, en það líka alveg hægt að fara neðar í aldri, en við langar bara að vekja athygli þessu flotta verkefni. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Og þá hefur Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, og skveitir að fá að taka til máls. Forseti, já, ég kem hérna upp undir sama máli og bæjarfulltrúi Sveinn Ægir varðandi verkefni Exit sem við fengum kynningu á, og ég tek undir með honum að þetta gríðarlega spennandi verkefni og árangur virðist svona vera góður af þessu verkefni. Þarna verið að vinna með nemendur sem hafa svona þurft eða svona mætt ákveðnum áskorun þegar kemur að samskiptum og mögulega svona eitthvað skólaforðun og ýmislegt sem að þarna stuðnings við, svona viðbóta stuðnings, og þetta hefur verið að reynast gríðarlega vel og ég bara mjög spennt að fylgjast með áframhaldi á þessu verkefni, en það náttúrulega með þetta eins og annað, það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að þeir sem eru svona þessir eldhugar sem að fara á stað með þetta, að þeir finni fyrir góðum stuðningi frá sveitarfélaginu og ekkert gerist það sjálfur sér, og það þarf auðvitað að vera einhvers konar, þeir þurfa að hafa fjármagn og geta farið eða haldið áfram með verkefnið, en við þurfum bara að fylgjast vel með. Það spurningum að þetta algjörlega anda farsaldar og þeirra þjónustu sem þar talað farsaldarlagana, og við þurfum að vera vakandi yfir því hvort að við getum sótt styrki og annað þýðilegt. Þetta ekta verkefni sem gæti átt möguleika á styrkjum, og ég veit held ég styrki sem eru á leiðinni sem geti passað þetta verkefni. Ég hugsaði strax það, en allavega þá bara hvet ég þá áfram til dáða og þessa eldhuga sem að þessu stýra, og þetta bara óbúslega flott og við getum stolt af þessu hvað við eigum flott starfsfólk. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Og þá hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs 7. lið á dagskránum bæjarráð 127. fund, og við förum í 8. lið og síðasta liðin á fundunum sem bæjarráð 128. fundur haldinn 8. maí síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð? Þá Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, og skemmtir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðra tilnefnendur, svona örstutt undir máli númer 4 sem við ræddum í bæjarráði. Það við fengum til umsagnar sveitarfélag Árborg náttúrulega frumvarpum til laga jöfnunarsjóð sveitarfélaga, og ræktaði þetta áður, og þetta er svona rétt kannski bara að upplýsa það og ítreka í rauninni bókun bæjarráðs, en það sem bæjarráð ítreka í rauninni fyrri umsögn frumvarpið, að það tæki í meginefnum undir þær breytingar sem koma fram í frumvarpinu. En í lagafrumvarpinu eru löngu tímabærar breytingar á regluverki jöfnunarsjóðs sem tekur betur mið á stöðu og gerð sveitarfélaga í dag. Enda árið 1990 þegar síðustu svona stóru breytingar voru gerðar, þá voru sveitarfélag landsins 204 en í dag 62, og meðal annars hefur sveitarfélag Árborg sameinast á þeim tíma og meðal fjölkjarna sveitarfélag að reka einingar og ætti þá rétt á í rauninni svona umtalsvægt svona meiri fjármunum úr jöfnunarsjóði, meðal annars vegna grunnskóla og annars rekstur. Þannig að svona bara ítreka það, við tókum þetta fyrir í bæjarráð og skiluðum inn umsögn sem vonandi verður þetta bara samþykkt sem mun koma þá allan að sveitarfélaginu Árborg vel. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo ekki, að þá dagskrá fundarins tæmd. Forseti vil þakka bæjarfulltrúum fyrir málefnalega og góðan fund, og nú höldum við út í sumarblíðuna sem hér úti, þó ekki séu gráðurnar 24,3 eins og Egilsstöðum, en það verður síðan. En það allavega góð veðurspá framundan og við ætlum að njóta þess öll saman, en ég segi fundist slitið.